að loksins einhver mætir á. Góðir gestir, velkomin á þennan fund með frambjóðendum fyrir sveitarstjórnarkosningar 2014. Við vonum að fá málefnulegan fund með góðum spurningum. Við bjóðum alla velkomin að skjánum sem ekki komust hingað og fyrir þá sem að sjáu þetta og hafi tök á að koma endilega drífið ykkur. Ég afhendi hér með fundin til þeirra sem höfum í stjórnunum. Það er Dóra Hlín Gísladóttir og Smári Karlsson. Gjörðu svo vel. Góða kvöldið, bara býð ykkur öll hjartalega velkomin og það er ótrúlega gaman að standa hérna og ég hlakka til að fá að heyra í frambjóðendum. Mig langar að biðja oddvita flokkana að koma og setjast hérna hjá okkur og vera tilbúin að svara spurningum. Við höfum ákveðið að byrja á framsögum á eftir og svo ætlum við að taka spurningar. Við höfum safnað saman spurningum á Facebook síðu fundarins, fengum til okkur fjölmargar spurningar ýmsu málefni, það er ýmislegt sem brennur á fólki og svo ætlum við líka þess á milli og inn á milli að taka spurningar úr sal þannig að ykkur er velkomið að byrja að hugsa og sjá hvað þið viljið heyra frá þessu ágæta fólki. Massi. Þannig að ég er bara gaman að sjá okkur og verið velkomin. Já, við ætlum að byrja á framsögunum. Þær eru 3 mínútur. Og við dróum við Dóra og fyrst talar Helga Dóra Kristjánsdóttir fyrir Framsóknarflokk, svo kemur Daniel Jakobsson fyrir Sjálfstæðisflokk, Benedikt Bjarnason fyrir
Bjarta framtíð og Arna Lára Jónsdóttir fyrir Í-lista. Gjörðu svo vel. Fundarstjórar, ágætu fundamenn. Gaman að fá tækifæri til að vera með ykkur hér í kvöld og takk KFÍ-félagar fyrir þetta fundarboð. En hvers vegna standa hér og taka þátt í að ræða það sem kallaði pólitík? Væri ekki nær að láta ykkur aðra það og nöldra svo með sjálfum sér yfir því sem betur má fara? Nei, mér þykir farsælast að taka sjálf til hendi og taka þátt í að móta nær umhverfið með þátttöku í sveitarstjórnarmálum. Ég hef reyndar verið viljug að taka ábyrgð í félagsmálum gegnum tíðina og ekki séð eftir þeim tíma. Viðsnúningur hefur verið í fjármálum bæjarins til hins betra á síðasta kjörtímabili undir stjórn Framsóknar og Sjálfstæðismanna. Kemur það margt til, góð samvinna á milli bæjarfulltrúa og ekki síst vegna mikillar og fórnfúsar vinnu starfsfólks Ísafjarðarbæjar. Fyrir það ber að þakka. Nú þurfum við að sækja fram og vera vakandi yfir því sem til hagsældar má fara fyrir byggðarlag okkar. Gera kröfur á okkur sveitarstjórnarmenn og þá sem valdið hafa. Við viljum stuðla að bættu rekstrarumhverfi fyrirtækja og gera ungu fólki kleift að setjast hér að loknu háskólanámi. Við eigum ekki að sætta okkur við að ákvörðunarvald í lánveitingu bankana sem miðstýrst úr Reykjavík. Við verðum að berjast fyrir jöfnum flutningskostnaðar og betri samgöngum. Öflugt og öruggt netsamband verður að vera til staðar svo við getum rekið fyrirtæki hvar sem í sveitarfélaginu. Tryggja það raforkuöryggi og sama verð og dreifikostnaði orku og stuðla þar á öflugri en sjálfbærri ferðaþjónustu. Þar kemur hringtenging Vestfjarða með Dýrafjarðargöngum sterkt inn. Flugöryggi okkar ekki nægilegt svo við þurfum að fá þingaraflugull í lagi sem fyrst. Vissulega það ríkisvaldi sem tekur ákvarðanir með þessa hluti sem ég talið upp, en það eru sveitarstjórnarmenn sem eiga að vera öflugur þrýstihópur til þess að þessi hlutir séu í lagi. Við rekum grunnskóla og leikskóla í 4 byggðakjörnum og viljum gera það áfram. Við verðum að vera framsækin og hvergi slaka á í menntunarkröfum barnanna okkar. Það er líka umhugsunarverk hvernig má bæta foreldrasamstarf. Samvinna milli skóla og skólastiga mætti líka vera betri. Við viljum vera sífellt vakandi í forvarnarmálum og finna nýjar aðferðir í baráttunni. Íþróttastarf hefur verið öflugt í bæjarfélaginu og metnaðarfullt sjálfboðastarf unnið á fjölmörgum bæjarbúum. Það er ánægilegt að það skuli einmitt vera íþróttahátíð eins og skíðavikan sem okkar grónasta bæjarhátíð okkar. Við viljum að bæjarfélagið vera áfram fjárhagslegu bakhjarl slíkra hátíða. Farsælt samstarf HSVF í ung börn verði áfram eflt. Við viljum að Ísafjarðarbær verði öflugur menningarbær. Það þarf að styðja einstaklinga og hópa til menningarsköpunar og stuðla að menningatengdri ferðaþjónustu. Í umhverfismálum verðum við að taka okkur tak. Við gætum bætt okkur í að fegra og hlúa að grænum svæðum bæjarins. Gera betur í sorpmálum. Sorp í rauninni auðlind sem við getum miklu betur nýtt. Við verðum að flokka betur ruslið og gera það að okkar lífstíl. Bærin verður að standa sig betur og fá íbúinn lið með sér með upplýsingum þau mál. En góðir fundagestir, við sækjum umboð okkar til að vinna að framsæknum málefnum bæjarbúa. Til þess að svo megi verða þurfum við ykkar liðsinni. Á lista Framsóknarflokksins sitja reynslumiklir einstaklingar með sterkan vilja til allra góða verka í pólitísku landslagi sveitarstjórnarmálanna. Við hlökkum sannarlega til þess samstarfs. Já, kæru fundarstjórar og fundargestir og takk Gauji fyrir að bjóða okkur upp á þennan fundjana. Mér langar fyrst aðeins að tala pólitík og mér finnst stundum þegar að ég orðinn á stjórnmálamanni eins og ég þekki ekki sjálfan mig. Mér finnst ég vera drengur sem reynir að vera heiðarlegur
og langar að láta gott af mér leiða fyrir samfélagið mitt. En einhvern veginn það samt stundum þannig að úr þegar ég er komin í stjórnmál, þá ég orðinn spilltur, ég vondur og ég starfa fyrir ill öfl. Þegar ég líti aftur á móti í kringum mig á listanum með þessum flotta hópi sem býður sig fram fyrir Sjálfstæðisflokkinn, þá skynja ég ekki illvirki eða baktjaldamakk eða eitthvað slíkt, heldur upplifir þetta bara þannig að þetta sé fólk sem vill láta gott af sér leiða. Síðastliðin 4 ár hafa verið mjög viðburðarík í mínu lífi. Ég flutti aftur tilbaka frá Reykjavík, tók að mig spennandi starf og tel að ég hef lagt mig allan í það. Mér finnst það að tekist vel upp. Við erum það byrð 3 árum á undan áætlun í niðurgreiðslu skulda. Afkoma sveitarfélagsins var sennilega eins og besta af öllum sveitarfélögum á landinu í fyrra og við erum sennilega eina sveitarfélagið á landsvísu sem ekki hefur hækkað leikskólagjöld síðastliðin 4 ár. Af þessu ég mjög stoltur. Sú bæjarstjórn sem tekur við núna að loknu þessum kosningum í öfundsverðu hlutverki. Hún þarf ekki að horfa fram í starfsmennina á desembermorgni á skrifstofunni og segja þeim að það sé búið að taka af þeim hlut af yfirvinnu. Hún þarf ekki að horfa í augun á fólki og segja að það eigi að stytta opnunartíma sundlauga. Þetta bæjarstjórn sem getur sagt áfram, ég ætla að byggja upp. Við ætlum að vera meðal bestu sveitarfélaga á landinu þegar kemur á grunnskólum og leikskólum. Okkur langar að efla skólastarfið. Við gætum hugsað okkur að kaupa spjaldtölvur. Mér langar að lengja opnunartíman á skíðasvæðinu. Er það hægt? Getum við keypt aðra snjóbyssu? Það margt sem við getum gert. Og það ástæðan fyrir því að ég gef áfram kost á mér, að ég vil vinna fyrir ykkur með þessu frábæra fólki sem á lista Sjálfstæðisflokksins. Ég vil búa í besta bæ á Íslandi þegar kemur að skólum, tónlistarskólum, menningu, listum og jafnvel bara skólarhristi. Takið þátt í því með okkur. Takk fyrir. Fundarstjóri, gestir í sal, áhorfendur og meðframbjóðendur. Má ég bjóða ykkur bjarta framtíð í skemmtilegum Ísafjarðarbæ. Hver eru við í bjartri framtíð? Við í bjartri framtíð viljum að Ísafjarðarbær sé lifandi bær, þar sem gaman að vera. Við viljum að í bænum sé burðugt og fjölbreytt atvinnulíf sem styrkir jafnt rótgrónar sem nýjar atvinnugreinar. Við viljum skipulagt bæjarsamfélag sem styður við lýðheilsu og eykur vellíðan íbúa og gesta. Grundvallarstefna bjartara framtíðar byggir á því að allir fái svigrúm til að fylgja sannfæringu sinni og velja sér leið í lífinu. Fjölbreytni í allri sinni mynd kostur sem skapar jafnvægi og stöðuleika. Björt framtíð vill breyta vinnubrögðum í bæjarstjórn. Allir vinni í þágu bæjarbúa, gagnsæi í stjórnsýslunni, aukin þáttaka íbúa í ákvarðanatöku, að góðar hugmyndir nýtist, sama hver setur þær fram, að átökum kennisetningar flokka víki fyrir yfirvegaðri umræðu sem leiðir til ábyrgra ákvarðanatöku. Björt framtíð vill frekar spyrja góðra spurninga en að þykjast vita öll svörin. Minnkandi bær eins og Ísafjarðarbær þarf á því að halda að íbúar komi saman og ræði framtíðarsýn sína, væntingar til heimabæjarins. Ekki þeir, heldur við. Ísafjarðarbær bærinn okkar. Við berum öll sameiginlega ábyrgð á vellíðan bæjarbúa og skynsamlegum rekstri í okkar þágu. Við viljum að íbúar byggðarkjarnanna fá að forgangsraða verkefnum sjálf til að efla samheldni þeirra og sérstöðu. Börn búa í sköpunarkrafti sem þau þurfa að fá að rækta á eigin forsendum. Því þurfa skólar að geta lagað sig að börnunum en ekki öfugt. Samgöngur, atvinnumöguleikar foreldra í bænum, nýtingu íþrótta og frístundamannvirkja, stuðningur vegna fötlunar, niðurgreiðslur vegna íþrótta, tómstundarstarfsemi, menningarstarfsemi og næringar,
Allt eru þetta atriði sem þarf að huga að til að gera dag barnanna ánægjulegri. Umfram allt þarf að hlusta af athygli á skoðanir barna og ungmenna. Framtíðin er þeirra. Öll eru einstök ólík. Það lífgar upp á tilveruna. Gagnkvæm virðing og umhyggja í samfélagi þar sem allar raddir eru jafnháar er lykillinn að árangri. Ef hver og einn fær svigrúm til að dafna, verður samfélagið allt ríkara. Björt framtíð stendur fyrir mannréttindum, gleði og heiðarleika. Takk fyrir. Að laga mig til þetta. Takk KFÍ TV fyrir að skipuleggja þetta. Svo vel fundið en ágætu kjósendur í Ísafjarðarbæ og meðframbjóðendur sem eru líka vissulega kjósendur. Ég heiti Arna Lára og er oddviti Í-listans og ég verð bara að segja, ég er alveg ótrúlega stolt að fá að leiða þennan 18 manna lista okkar sem er skipaður áhugasömu fólki og kraftmiklu sem vil taka sér forystu hlutverk í sveitarfélaginu okkar. Við búum yfir fjölbreyttri reynslu og þekkingu sem við teljum eftir að nýtast vel við stjórnun bæjarfélagsins. Við viljum öll sem eitt vinna að hagsmunum Ísafjarðarbæjar í samstarfi og samráði við ykkur, góðir bæjarbúar. Þetta ætlum við að gera með skilvirkri stjórnsýslu sem tekur á málu, með því að fjölga leiðum fyrir íbúana til að koma skoðunum sínum á framfæri, meðal annars gegnum vefinn, og ekki síst með að koma á öðrum leiðum, til dæmis með öldungaráði, með ungmennaráði og með hverfisráðum sem fá verkefni og völd til að hafa áhrif á nærsamfélagið. Kosningarnar á laugardaginn, þær snúast að kjósa framtíðarsýn til næstu 4 ára. Að velja fólk sem er traustsins vert til framkvæmda og málefni sem er til hagsbóta fyrir íbúa. Við höfum kynnt stefnu okkar í Í-listunum sem byggir á þeirri framtíð sem við höfum á samfélagið. Við viljum geta sagt eftir 4 ár með ykkar stuðningi þetta að við höfum sett okkur stefnumál í framkvæmd og gert meira til. Við höfum sett fram stefnu sem er raunsæ, sem við getum og viljum framkvæma. Og við segjum, lofum minna og gerum meira. Stefnuskrá Í-listans hefur þá að leiðarljósi að gera sveitarfélög okkar meira aðlaðandi fyrir ungt fólk til búsetu. Það er lykillinn á jákvæðri byggðaþróun. Þess vegna leggjum við mikla áherslu á að skapa hér góðan grunn fyrir þróttmikið og fjölbreytt atvinnulíf í sátt við umhverfið. Við verðum að leita leiða til að skapa atvinnutækifæri, ekki síst fyrir konur, því það er þekkt að það eru konur fremur en karlar sem ráðar búsetuvali fjölskyldna. Við verðum að geta laðað til okkur ungt, menntað fólk, en það er líka nauðsynlegt að báðir aðilar fái vinnu við hæfi. Því við viljum öll að börnin okkar komi tilbaka eða verði hér áfram og getum notið þess að búa hér í Ísafjarðarbæ til framtíðar rétt eins og við. Við munum halda áfram að starfa í takt við það grunnstef Í-listans frá upphafi að forgangsraða í þágu barnafjölskyldna. Eins og við vitum öll þá er ekki til nóg til að peningum, þótt að framtíðin sé kannski aðeins bjartari en hún hefur verið síðustu 8 árin. Við ætlum að leggja sérstaka rækt við fræðslumál og nýta þann frumkvæða kraft sem finnst í skólunum okkar og styðja þannig við nýsköpun í kennsluháttum. Við ætlum að búa börnum okkar enn betur undir þátttöku í samfélaginu og í atvinnulífinu sem krefst sífellt nýrra þekkingar og hæfni, meðal annars á sviði upplýsingatækni og sköpunar í víðum skilningi. Við viljum bæta umhverfi til íþrótta- og tómstundaiðkunar með því að vinna áfram á framtíðarsýn og forgangsröðun fyrir uppbyggingu íþróttamannvirkja sem tekur mið af þarfagreiningu íþróttafélagana. Í-listin mun leggja sérstaka rækt við áframhaldandi samstarfi íþróttafélagin með milligöngu Héraðssambands Vestfirðinga. Að uppfæra og endurskoða þá forgangsröðun sem þegar hefur verið sett fram og leita að hagkvæmum leiðum til að koma lausnum í framkvæmd eftir því sem tækifærin gefast. Við höfum sett fram raunsæjastefnu í velferðarmálum, menningarmálum og fleiri málaflokkum sem gera Ísafjarðarbæ að enn betri búsetukosti. Við í Í-listunum viljum vinna fyrir ykkur, með ykkur. Til ykkar sækjum við stefnu okkar, hugmyndir og framtíðarsýn. Svo endilega kjósið við Í-listan á laugardaginn. Takk fyrir mig.
Já, takk frambjóðendur fyrir þessa kynningu og áhugaverða lýsingu. Við hérna, eins og ég sagði áðan, við höfum fengið fjölmargar spurningar og munum vonandi fá enn fleiri úr salnum. Við ætlum að byrja á hérna, skemmtilegri framtíðarsýn og möguleikum sem að þið sjáið. Og spurningin hljómar svo, hvað viljið þið sjá á reitnum þar sem olíutankarnir stóðu? Og ég ætla að byrja Daniel að byrja að svara og svo ganga hérna röðina núna til að byrja með. Afsakið. Ég vil sjá á þessum reit eitthvað líflegt og ég held að þegar kemur að þessu reit og kannski einhverjum hluta varðstúninu og jafnvel öllum suðutanganum sem við erum reyndar nánast búin að skipuleggja, að þá held ég að það sem ég væri spenntastu fyrir væri að við færum í hugmyndasamkeppni allt þetta svæði og myndi setja það fram þannig að það gæti orðið spennandi fyrir fólk að taka þátt í því og ég myndi vilja sjá hvað kemur út úr því. Ég held að þetta sé það mikilvægt svæði af Eyrinni að þið viljið ekki heyra hvað Excel-maðurinn hefur það að segja. Já, takk Daniel. Hugmyndasamkeppni. Benedikt, já. Já, ég stela þessari línu hjá Daniel. Eins og kom fram í ræðum minn áðan, þá er það hugmyndasamkeppni, það er eitt form að því að vera með samtali við íbúa og eins og Gústi kom að í þessari spurningu sinni að þetta getur orðið andlit bæjarins með aukinni skútusiglingum og svoleiðis, þannig að ég vona bara að við fáum einhverja góðar hugmyndir. Takk fyrir. Takk fyrir það. Framsókn. Ég er nú bara sammála þeim. Ég hef skrifað hjá mig líka hugmyndasamkeppni. Það er náttúrulega langskynsamlegast og þá hef ég líka hugsað það hvort að við þurfum að hugsa meira eldra fólk, sem sagt svona lágristabyggð, einni hæð og sem sagt 100 fermetra íbúðir, góðum bílskúr, það okkur vantar 100-120 fermetra íbúðir. Þannig að já, það er bara fyrst og fremst hugmyndasamkeppni. Já, ég sé nú svona fyrir mér svona einhvers konar hafsagna ferðarþjónustu á svæðinu. Ég svo sem er nú ekkert gríðarlega hugmyndarík, þannig ég þyrfti nú að leita í brunna einhverja fleiri heldur en mín, en svona fyrstu svona mínar hugmyndir myndur, ef ég ætti að fá að velja þetta alveg einn, þá sæ ég fyrir mér einhvers konar hafsagna ferðarþjónustu sem myndi tengja höfnuna og svo þjónustun upp í bæ. Takk fyrir það. Kannski verður úrslitið úr hugmyndasamkeppni. Ég tap alltaf í hugmyndasamkeppnum. Það er bara næsta spurning, ég held að það sé svo sem ekkert meira þetta að segja. Þetta er augljóst tækifæri og skemmtilegt sem við getum gert þarna. Geta allir verið saman það allavega? Já, bara höldum áfram. Hærist, já. Við viljum endilega hvetja fólk að rétta upp höndið ef við líkur eitthvað á hjarta. En það er komin önnur spurning sem við fengum senda. Skólamál í smærri byggðakjörnunum hafa oft verið í brennidepli. Getið þið lofað því að leikskólar og grunnskólar á Flateyri, Suðureyri og Þingeyri verði með óbreyttum hætti út kjörtímabilið? Og ég ætla að byrja ekki bara aftur á Daniel. Ég held að maður eigi ekki að lofa neinu í þeim öfnum. Það sem ég hef hins vegar sagt við íbúana þegar við tala við þá finnst mér þeir vera í bílstjórasætunni í þessu málum. Þannig að ef að íbúar á Ísafirði kæmi til mín og vildi endilega loka skólanum þar og senda börnin sín til Flateyrar í skóla og væri almennur áhugið til þess, þá myndi ég örugglega hlusta á það. Og þannig að ég held að við höfum ekkert að fullir í þeim. Mér finnst börnin að vera í fyrsta sæti, ég tek það fram, ég var ekki að grínast með að loka hérna á Ísafirði og færa það til Flateyrar sko. Að það er bara aldrei sett fram með þeim hætti. En ég held að sé mikil tækifæri í samkemslu og miklu meira samstarfi milli skólana og ég var nú bara á Þingeyri í fyrradag og þar var móðir sem var að tala það að hún vildi sjá meira að því að krakkarnir frá Þingeyri kæmu kannski og væru 2 vikur á hausti með íslensku börnunum
Þannig að áður en við förum að loka einhverju skólum held ég við höfum að reyna að nýta þær, þá samlegð sem hægt er í skólunum til þess að gera skólana betri og það held ég sé aðalatriðið. Fjölbreytt skólahald og þá komum við að því það er fólki á svæðinu sem í raun og veru á að taka ákvarðanir það en aftur á móti getur bæjarstjórnin alveg stuðlega því að eins og við höfum tæpt á hérna í Bjartri framtíð það er að fjölbreytni og skólar geta haft sérstöðu þannig að skólinn á Suðureyri getur haft eina áherslu, Flateyri, þannig að fjölbreytileikinn í skólastarfinu. Það á ekki að vera eitt niðurnelt form og óskirnar koma frá bæjarbúum sjálfum. Þannig að það er ekki, ég tel ekki vera hægt að gefa 4 ára loforð. Ég veit bara ekki hvernig staða okkar verður eftir 4 ár. Hvað verður margir nemendur á Flateyri, Suðureyri, Þingeyri eða á Ísafirði. Ég held að við erum byrjað því að virkja íbúðarsamtökin á hverjum stað fyrir sig til þess að þau komi að þessu máli. Þannig að það getur alveg verið að fólk vilji einhverju breytingar, til dæmis á Flateyri að leikskólinn fari yfir í grunnskóla og að fara á milli íbúða, sem milli staða með krakkana. Ég held að það sé ekki gott. Til dæmis Hvíldarströndin er þannig að það þarf þá að skapa meira öryggi þar, auka varnir og annað slíkt ef menn ætla að fara til dæmis í Ísafjörð með krakka frá Flateyri. Þannig að ég held að það sé svona íbúðarsamtökin og bæjarstjórn sem þurfa að saman hvað við vilja gera. Takk. Já, það svarið bæði já og nei. Ég held að skólar séu alltaf í sífelldri þróun þannig að það er ekki gott að lofa að þeir verði alltaf eins. Því skólar eiga að þróast í takti bara við samtíman. Hins vegar þá hefur ílistinn sagt frá því að hann bauð fyrst fram fyrir 8 árum að við erum algjörlega á móti því að flytja hér börn á milli byggðakjarna nema það séu foreldrarnir sem vilja það. Og fyrir mér er það þannig að börnin eru tekin úr samfélagunum, þá getum við bara drepið þau. Af því börnin eru þetta bara hjarta samfélagsins og ef við tökum þá er bara lítið samfélag eftir. Þannig að það verður allan ekki að minni ábyrgð að færa börn hérna milli þorpa ef það er ekki vilji foreldrarna. Ég bara segi það og þóra að lofa því, það verður ekki á minni vakt. Já, Kristján Jóakesson, þú vildir á orðið. Minni á að vera gagnorði í spurningum. Reyni það, takk. Í framhaldi af leikskóla umræðinni, það töluvert starfsdaga á leikskólanum. Veit ég hvað eru margir, þeir eru þó nokkuð margir og valda bæði foreldrum og atvinnurekendum ákveðnum óþægindum. Hafið þið eitthvað spáð í það? Er eitthvað að bæta þar úr fyrir foreldra? Ertu að beina þessu til þeirra allra? Eða? Já, ég bara prófa að byrja á massa núna. Ja. Með starfsdaga leikskóla og hvort að það sé eitthvað hægt að endurskoða það. Svo foreldrar og vinnuveitundur hafa þetta veldur ákveðunum. Hvað maður að segja, ámaður? Auðvitað á að gera það. Það er náttúrulega misjætt eftir byggðakjörnum hvernig þetta er. Það er náttúrulega meiri samvinna sennilega á litlu stöðunum, þannig að þetta er ekki vandamál þar en auðvitað sjálfsagt að menn ræði þetta og reyna að gera þetta sem bestu garði fyrir báða aðila. Já, Smári, eitthvað til mín. Já, Sjálfstæðisflokkurinn hefur sett þetta sem eitt af sínu kosningamálum og ég held að það hafi verið eitt af því erfiðasta sem við höfum gert í niðurskurðinum. Það var fyrst að fara í 5 vikna lokun sem við minnkuðum svo á þessu ári síðast ári niður í 4 vikur og hins vegar þá höfum við tekið alla nánast yfirvinnu af leikskólakennurum. Þannig að á þess að ég sé að fara að útfæra það eitthvað, hvort að það sé gert á opnunartíma leikskóla eða í yfirvinnu eða á laugardögum eða á kvöldin, að þá held ég að þetta sé eitt af því sem foreldrar kalli mest eftir og mér finnst það eðlilegt þegar betur gengur í rekstrinum
að við reynum að koma til móts við foreldra með þessu, en þó þannig að það sé gert í samráði við leikskólakennara og annað starfsfólk á leikskólanum, og þá kannski svo sem eftir að útfæra það hvernig það verður gert. Já, ég hef heyrt af þessari stefnu Sjálfstæðisflokksins, en það er þetta lykilatriði í þessu. Þetta þarf að ræða þetta í samstarfi við leikskólakennara og foreldrana. Og ég reyndar hef svona sett þetta í mitt samhengi, að það er ekki hægt að taka alla starfsdaga af, það er bara ekki hægt. Þegar ég kem heim eftir 8 stunda vinnutíma, þá á ég oft ekki mikið eftir til að setja krefjandi fund upp á 4-5 tíma til þess að vera lifandi og með svona skemmtilegar hugmyndir hvernig má auðga starfið á leikskólanum. Þannig að og ég veit líka að leikskólakennarar eru að nota þessa starfsdaga til þess að sækja sér endurmenntun og hafa verið að fara út fyrir landsteinan og svona, þannig að það er ekki hægt að taka starfsdagan að. En lykilatriði í þessu, það er að ræða þetta við leikskólakennar og foreldra. Við gerum þetta ekki öðruvísi. En hugmyndin er auðvitað þess virði að ræða hana, en hún verður að vera á þeim forsendum sem ég nefndi hér áðan. Já, það væri gott ef við myndum kannski byrja á því að klára sko að sameina starfsdaga grunnskólans og leikskólans, og svo getur bærinn samið við báðar þessar stofnanir. Það er ekkert víti fyrirstöðu, held ég, að það sé hægt að ná einhverju sátt í þetta. En ég hef verið þess heiður aðnjótandi að fá að vera í fræðslunefnd á þessu kjörtímabili, og þetta hefur þokast í rétta átt, en það má betur gera. Já, því að Marselius talaði að þetta væri kannski minna vandamál í minni byggðakjörnunum, að ég held nefnilega akkurat að þetta sé miklu stærra vandamál þar, og það ber að leysa það fyrst þar, því að ég veit það að á til dæmis Suðureyri þá er sennilega 70% starfsfólkinu eða eitthvað álíka kannski á línunni með börn á leikskóla, og þetta er raun og veru bara lokun á fyrirtækinu, þannig að þetta er mjög brýnt að leysa þetta sérstaklega í smærri byggðakjörnunum. Já, við erum með aðra leikskólaspurningu, hún barst á netinu og hún er svohljóðandi. Eru frambjóðendur tilbúnir að setjast niður og marka sér stefnu í leikskólamálum sem taki á sveiflum í árgöngum þannig að ekki þurfi stanslaust að vera að opna og loka deildum og skólum? Og Arna, værið þú til í að gríða á vaðið? Já, það er ég til. Ég held að þetta sé bara mjög brýnt mál að móta hér leikskólastefnu. Það er ekki síst vegna þess að við erum ekkert sérstaklega mörg hér í þessu sveitarfélagi, því miður. Það veldur það þetta miklum sveiflum og sem við þurfum að takast á við, og við í Ílastunum höfum varpað þeim hugmyndir sem við viljum gjarnan ræða við íbúana, hvort það sé jafnvel góð hugmynd að opna hér ungbarnadeild, og þetta er eitthvað sem við viljum skoða í vinnunni við að móta leikskólastefnu. Þannig að mér finnst þetta bara mjög góð hugmynd og ég held að við ættum að fara í það bara strax í haust. Svarið er einfalt, það er bara já, en ég geti auðvitað teygt lopan sko, en auðvitað kjörnir fulltrúar eiga endurspegla vilja íbúa, og við búum nú ekki í milljónmanna samfélagi, þannig að smá common sense, og svarið er já. Já, þetta náttúrulega er bara þannig að það voru settar til dæmis 2,6 milljónir til hliðar á þessu ári til þess að gefa leikskólastarfsfólki kleift að vinna í stefnumótun fyrir leikskólana. Ég vil hins vegar benda á spurningin er að vissuleyti gildislaðin, að það sé stanslaust að vera að gera breytingar. Við lokuðum Bakkaskjóli af ýmsum ástæðum, þá var ekki bara af ýmsum ástæðum, og svo opnuðu við 5 ára deild sem er alveg fyrir séð að þurfi ekki að vera opinn í nema 2 ár ef eitthvað stórkostlegt gerist. Og ég vil bara benda það að þegar við erum búin að taka inn yngstu börnin núna í haust, að þá stefnir í það að við getum jafnvel tekið allt niður í 12 mánaða gömul börnin á leikskóla. Þannig að viðfangsefni okkar í stjórnmálum er að bregðast við, og við þurftum að bregðast við 2 mjög stórum árgangum og gerðum það á að mínum að þetta bara alveg ágætishátt, og þann besta hátt sem hægt var að gera að mínum mati, og en varandi leikskólastefnuna þá er bara svo vinna í gangi. Takk fyrir.
svari hjá mér líka já, auðvitað var markastefnu í leikskólamálum og hún átti alveg að vera sífellt í endurskoðun. Eru fleiri spurningar úr sal? Ég ætla að beina spurningu til Daniels og Massiliusar. Það var mikið í umræðinni hér sorpeyðingamál fyrir síðustu kosningar og það hafa verið gerða mikla breytingar á þeim málaflokki. Eru þið ánægðir með hvernig til hefur tekist og hver framtíðarsýnin hjá ykkur varðandi þessi mál? Takk fyrir. Já, takk. Þetta hefur komið fleiri spurningar um sorpmál. Ég beða Massilius að byrja. Ég svo sem ekki 100% ánægður með hvernig til hefur tekist. Ég sé það bara til dæmis með þessar sorptunnur, stóru sorptunnur sem þarf að draga í snjónum og yfir veturinn. Þetta er stóra einingar til þess að flytja í snjónum hérna. Ég sé fyrir mér að við verðum með grendastöðvar fyrir flokkað. Við verðum hitt áfram heim í hús sem á urða og verðum bara með grendastöðvar fyrir flokkað og þannig að það ætti að skapa betri vinnu fyrir þá sem að hirða. Takk. Mér langar kannski að bæta við það hafa komið fleiri spurningar undir þetta. Það hefur spurt hvort frambjóðendur sjá fyrir sér einhver svona róttækari aðgerðir varðar sort og hvort það hafi séð fyrir sér einhvers konar leiðir til að minnka sort. Já, náttúrulega, það þarf náttúrulega hvetja fólk til að flokka meira, náttúrulega, en ég veit ekki með þessi jarðgerð. Ég veit ekki hvort ég að vera með það móti því svo sem en ég hefði náttúrulega viljað sjá sko að menn hætta urða og vil sjá aftur sorpeyðingarstöðvar og bara einhver 2-3 ár yfir landið og nota strandflutningarna til að flytja milli staða. Þannig að við hættum að fara með þetta á vegina og sem sagt að verði á köldum svæðum verði bara sorpeyðingarstöðvar. Takk fyrir. Ég ætla að gefa öllum tækifæri að svara en ég byrði Daniel taka næst. Það þá orðið tvíþætt. Það annars eru þið sáttir við það sem hefur tekist framtíðarsýn og hvort þið sjáu þá einhverjar svona enn róttækari aðgerðir í gerð. Þetta er alveg ótrúlega spennandi málaflokkur og er big business og það sem að gerðist þegar við buðum sorpið út af mínum mati var það að við létum aðeins rugla okkur. Það var náttúrulega mikla tilfinningar í kringum bæði sorpbrennsluna Funa og þau fyrirtæki sem að bjóða upp á þjónustu voru að rugla í okkur bara svo það sé sagt hreint út. Þannig að við buðum þetta út alveg rosalega opið og ég var ekki alveg nógu ánægður svona eftir á að hyggja með það hvernig við buðum þetta út. Við náðum hins vegar utan á það mjög fljótt og endursömdum held ég fyrir 2 árum síðan og það er satt best að segja að árinu 2009 þá borguðum við 140 milljónir með þessum málaflokk. Við borguðum 80 milljónir 2011, við borguðum 100 milljónir 2012 og 60 milljónir 2013 og stefnir í 50 milljónir, kannski 55 milljónir þessu ári. Þannig að við höfum náttúrulega náða fram alveg gríðarlegum sparnaði. Það sem er hins vegar kannski verkefni framundan, það er að ég vil absolutt fara í jarðgerð. Það er örlítið dýrara heldur en núverandi fyrirkomulag, en það myndi fækka ferðum til Reykjavíkur eða í Borgarnes 1 á viku. Þannig að ég held að það sé algjört lykilatriði fyrir okkur að fara í það og svo finnst mér líka bara svo spennandi að fá mold. Og við ætlum náttúrulega eigum að vera þarna algjörlega í fremsta flokki en ég held að þegar við bjóðum þetta út næst 2016 þá vitum við nákvæmlega hvað við erum að gera. Þá mun þetta bæði vera ódýrt og ótrúlega flott. Takk fyrir. Já, takk. Það byrja Örnulóru að taka næst, nú þú setið líka. Já, það er sérst ennþá þetta, þið ánægð með og framtíðarsýn. Ég held við hefum lært ótrúlega mikið á að gera þennan samning sem við erum með núna og það þetta hálf fáránlegt að hugsa til þess að við séum að keyra fullt af sorpi til Reykjavík til að láta urða það fyrir okkur þar. Það er bara eitthvað svona sem bara fer ekki saman í mínum huga. Þannig ég held að það séu mikil tækifæri í jarðgerð. Okkur hefur sagt að þetta sé svo dýrt en ég bara trú ekki öðru en að við finnum hagkvæmari lausnir til þess að vera með jarðgerð hér á Vesturum. Því þá getum við minnkað ruslið, maður hefur heyrt tölur 30-40% og það kemur þetta bara í beinum sparnaði fyrir okkur að þurfi ekki að keyra svo suður. Þannig að ég held að það sé mikið til þess unnið ef við getum fundið hagkvæmar lausnir til þess að vera með jarðgerð og það er eitt af því sem við erum með í okkar stefnuskrá og ég er nú vona að við getum nú verið samlu það að þetta sé eitt af þeim málum sem við þurfum að takast á við hérna sem samfélag, það eru sorpmálin.
Það hefur verið tölvöld mikið óöryggi í sorpmálum. Fólk eru ekki alveg vitað hvernig flokkunin á að fara, á ég að henda skinkubröðum hérna eða á að fara í beint í ruslið, og við þurfum aðeins að taka okkur svona tökum og vera aðeins öruggari með flokkunina og við sem að gera rétt, af því ég er alltaf að fá svo spurningar, það þýðir ekkert að flokka, þetta fer allt saman í einn gám, og við þurfum einhvern veginn að vera með þetta öryggi, að þannig að þetta sé gott fyrir samfélagið og gott fyrir okkur. Þannig að þetta er eitt af því viðfangsefnum sem held ég við þurfum öll að takast á við sem samfélag. Já, ég held að þetta verði málaflokkur sem muni komið mikið inn á borð næsta kjörtímabili. Hvað segir Björt framtíð? Björt framtíð horfir bjartsýn fram á veginn og þetta eru tækifæri og við erum bara að feta okkur áfram. Það reyndar var smá bakslag í þessu, sko. Það var ákveður svona, hvað getur maður sagt, frímark á losun á sorpi. Fólk gæti komið upp að endurvinnslustöðinu og losa við sorpa og hans að greiða fyrir það. En við myndum gjarnan vilja fá það aftur í gang, bara svo sorp fari ekki að dúkka upp út á víðavangi. Við höfum langt í landi með flokkunina. Það er hægt að gera miklu meira og betur. Molta er ákveðin lausn og svo var ég að frétta að við höfum flutt út 400 tonna sorpi á síðasta ári, þannig að við erum að gera ágætis, það skapar okkur gjaldeyri líka, en við þurfum aftur á móti sko að vekja þessa löngun bæjarbúa til að leggja, því að þetta er aukin vinna. Það er mjög þægilegt að vera bara með sorptun og dúndra öllu niður, en þau eru komið með 4-5 hólf sko, þannig að við þurfum að svona bara með massífum ýtingum að feta okkur inn á þessa braut. Það er miklu meira hægt að gera en við gerum. Já, það er önnur spurning sem barst á netinu. Hún er fjölnota íþróttahús og það sem að þeim sem spurði þessar spurninga var það var þessar tölur kostnaðin við slíkt hús sem eru svolítið á reiki og það er frá 150 upp í 300 milljónir og ég vil þá spyrja þau framboð sem ætla sér að byggja þetta hver er kostnaðurinn og spyrja framboðin hvort þau ætla sér að byggja fjölnota íþróttahús og já, ég ætla bara að byrja á Örnu Láru. Ég held reyndar að við höfum ekki lofað því en ég tek þetta samt til mín, en þetta er auðvitað á þessari uppbyggingaráætlun sem hefur verið samþykkt og þetta er nú í langtíma áætlun Ísafjarðarbæjar og ég held að við höfum sett þetta eftir 2017, það var góður tími til þess að fara í fjölnota íþróttahús en þetta er svo vissulega góð hugmynd. Ég hef ekki græna grunn hvað slíkt kostar, það verði ég bara að játa, af því að ég hef svo sem ekki verið að leggja inn pöntun fyrir því en og þannig að ég get ekki svarað því hvað það kostar en ég myndi svo gjarnan vilja fá fjölnota íþróttahús, það er ekki það en ég held að sé, svo ég sé nú hreinskilin að það sé nú ekki í kortarum að byggja það næstu 2-3 árin. Ég held við þurfum að ná örlítið meiri festu í fjármálinn áður en við förum að lofa slíku en við erum öll sammála um það væri alveg frábært að hafa fjölnota íþróttahús. Ég held við getum öll tekið undir það. En þú útilokar það ekki á kjörtímabilinu? Hvað segirðu? Þú útilokar það ekki á kjörtímabilinu? Nei, maður veit aldrei hvað gerist í fjármálunum. Það er aldrei að útiloka neitt. Kannski þetta gera það með, margir hafa sagt við mig, við ættum kannski að reyna að fá einkaaðila til þess að byggja þetta með okkur ef einhverju slíkir áhugasömum aðilar koma. Og það rætti nú einn við mig í kaffistöðu Þróunar þessum morgun að við þyrftum að fá bara mjög fjársterkan aðila. Ég lýsi það bara eftir honum að fara í þetta verkefni með okkur, þá er ég til. En bæjarsjóður Ísafjarðarbæjar einn og sér getur ekki farið í þetta nema við ætlum að sleppa öllu öðru og ég veit ekki hvort að íbúar Hlíðavegsins sé tilbúinir að fresta því enn einu sinna að laga götuna eða íbúarnar á Flateyri sem enn með Öldugötu, Ránagötu og Unnarstef og Málbakkan. Ég er ekki vissum að þeir séu tilbúinir að fórna þessum framkvæmdum fyrir fjölnota íþróttahús eins og það er nú góð hugmynd. Marcelius? Það er náttúrulega ekki hægt að svara já eða nei með þessu vegna þess að það er ekki búið að hanna það, menn veit ekki hvað vilja var stórt og semst úr hvað efnum það verða og hvar það verður ef af þessu verður. Þannig að við segjum að þið setja þetta á stefnukona? Já, við stefnum að stefnt verða í byggingu
yfirbyggingu gerðgrasvallarsifi hérna í okkar. Þannig að við erum ekkert búin að lofa innan inn í því, en sjálfstæðismenn lofa því í sinni stefnuskrá. Þannig að þetta er bara á teikniborðinu þá. Já, ég held reyndar að það yrði, sko við hefum fullt af öðrum verkefnum og en við erum síðan svo á móti fjölnota íþróttahúsi og en eigum við ekki bara að kalla eftir samtali við íbúa Ísafjarðarbæjar og ef að þetta er brýnasta verkefni þá heilsugar tökum við undir það. En ég ætla ekki að koma sem frekikallinn og segja bara lausn okkar vanda felst í fjölnota íþróttahúsi. Það er liðin tíð. Það er liðin tíð að koma og tala svona digurbarkalega. Við erum að boða þá breytingu að við ætlum að fara til fólksins og sé krafan svo, þá hlýðum við henni. En það eru mörg önnur verkefni sem hafa setið á hakanum út af niðurskurði síðustu ára og gott væri að ná damp í þeim og svo tökum við þetta en við erum ekki á móti málum sem slíku. Já, kjósið þið Sjálfstæðisflokkinn í þessum kosningum verður hafist handa við byggingu fjölnota íþróttahús áður en kjörtímabilið er á enda. Það er loforð sem við höfum gefið vegna þess að við höfum átt samtal við íþróttarhreyfinguna og það sem kom mér á óvart var það að það virðist vera algjör einhugur hjá íþróttarhreyfingunni að þetta sé mikilvægasta verkefni. Þetta losar tíma á Torfnesi, þetta bætir aðstöðu til knattspyrnuiðkunar, þarna eigum við hugsanlega hús til þess að halda stóra samkomur eins og Mýraboltan og Aldrei fór í suður og byggja þeim framtíð. Þarna geta eldri borgar og kylfingar verið á veturnar og ég held að nú sé komin tími til að við hér á Ísafirði segjum áfram en ekki aftur á bak. Þegar fjármál Ísafjarðarbæjar eru skoðuð að þá bjuggum við til 674 milljónir af peningum í fyrra. Það er að segja, þegar við vorum búin að borga vexti, áttu við 674 milljónir til þess að fjárfesta fyrir og borga niður lán. Ef við gefum okkur það að við myndum vera með 174 milljónum verri afkomu á öllum 4 árunum næstu heldur en við höfðum í fyrra, þá vættu við 2000 milljónir til þess að borga niður skuldir og fjárfesta fyrir. Ef við sættum okkur við það að borga niður skuldirnar okkar, allar skuldirnar okkar fyrir vaxtaberandi skuldir á 20 árum, þá tæki það okkur 200 milljónur ári. Þá hefur við 300 milljónur ári eftir sem eru 1200 milljónir. Og Arna Lára taldi henni upp fullt af verkefnum, Hlíðavegur sem verður boðin út í haust. Hún taldi upp Unnagötu og Ránastíg sem verða malbikaðar á næsta ári, hellulaðir í haust. Við erum með göngustíg hérna fyrir utan, við erum með bílastæðinir á Byggðastafni, klára á næsta ári. Við klárum hjúkrunarheimili á næsta ári, ekki ennþá fara að taka lán út af því. Það eru upp plönum að byggja niður á Byggðastafni, stórkostlega aðstöð, Hornstrandarstofu, samstarfi við Umhverfisstofu, getum gert þetta og á þannig að kjörtímabilið er á enda, gætum við farið til dæmis í 300 milljón króna knattspyrnuhús, tekið á 1 til 3 árum, 100 milljónur ári. Við getum þetta og ég tel að íbúar Ísafjarðarbæjar setji þetta í forgang ásamt því að fegra bæinn, opna skólana, gera betur, vera best, ekki verst, áfram best. En þú segir 300 milljónir, hvaðan, manni finnst þessi kostnaður rokka ansi mikið, bæðið þegar maður tekur smá Google og skoðar aðra knattspyrnuhallir, þetta er allt frá 150 milljónum, heyrir maður tala hér upp og upp í ykkur 1500 milljónir, en þessi 300 milljónir að tala, hvaðan kemur hún? Er þetta útreiknaða verkfræðistofu eða er þetta kaffistofuspjall? Það birtist nú einhvern tíma frétt það, ég fór á námskeið í verkefnastjórnun og það birtist einhvern tíma frétt það á forsíðu Morgunblaðsins að það kostaði 250 milljónir að byggja ráðhúsið í Tjörninni í Reykjavík og það var haft eftir manni sem sagði þetta við Oddssoni á götu úti og þannig byrja svo sem allar áætlanir fyrst en þegar við höfum verið að líta í kringum okkur það hús sem við höfum í huga að byggja
er cirka 1/3 af gervigrasvellinum sem er hérna, það er að segja fulla breidd og ekki alveg alla lengdina. Auðvitað fer það eftir þeim metnað sem þú setur í húsið og hvort þú bætir við klifuvegg og demontsklósetti og eitthvað svoleiðis, en ég tel að stærðargráðan til dæmis með þáttöku KSÍ eða til dæmis með einhverjum góðhjörtuðum aðalum sem tókum þátt í að byggja stúkuna með okkur, kannski vilja þeir koma að þessu verkefni. Já, en þessi tala, hvaðan kemur hún? Þessi tala, hún kemur bara svona úr fyrstu könnun og eins og ég segi, það hafa verið byggð hús á bilinu, 150 milljónir upp í, þú nefndir Reykjanesvellina sem er 1500 milljónir, það vartu komin í full byggða höll sko. Og bara svona almennt fermetraverð og við þurfum ekki að byggja búningsklefa til dæmis og svona, þannig að ég held að þetta sé bara eins og ég segi, fyrsta nálgun án óhönnuðu húsi. Já, það eru fleiri mál og hafa verið kannski erfið mál og það mál sem að snerta alla og allir sem sitt í bæjarstjórn og mál sem kannski erfitt eða nánast ógerlegt að taka á, en það kom spurning og við kjósendur vilja fá að vita hvað viljið þið gera í málefnum Þingeyrar? Hverjar eru tillögurnar? Einhverjar tillögur? Og ég ætla að byrja á Bjartri framtíð. Hvað vil ég gera fyrir Þingeyri? Já, í þessum málum sem kom upp í vetur. Já. Tillögur getið þið lagt til. Hvað finnst ykkur að væri hægt að gera? Við getum stutt ráðum og dáð, en fjármálin sko, Daniel er reyndar búin að þylja upp rosalegan fjölda af tölum. Það verður kannski spurning hvort við ættum ekki að nota ef það er afgangsfé, að nota það þá í einhverjar nýsköpun, örfun. Það sem við erum að horfa til er að sko 88% af fólkinu sem er að flytja hérna frá Ísafjarða, úr Ísafjarðarbæ sko, er á aldrinum 30 ára og yngri. Þannig að það eitt og sér segir okkur svolítið hvert við eigum að fara að fókusera. Og Ísafjarðarbær er ekki í þeirri stöðu að geta snara inn 2000 tonna þorskkvóta eða hvað. Og þannig að byrjum á einhverjum smá verkefnum sem við ráðum við. Þetta er bara sko, þetta er samfélagsverkefni sem við þurfum öll að leggjast á eitt það eitt að koma fram með lausn fyrir Þingeyringa er ekki sko er ekki lausnin felst í því að Þingeyringar komi að borðinu með sínar hugmyndir og nálgun. Það er íbúalýðræði sem við tölum um og svo nálgun sem við viljum hafa. En kannski fjölnota íþróttahús leysi vandan. Þannig að þú átt við að Björt Framtíð sagði fyrir sér að setja upp einhvers konar ráð á Þingeyri þar sem að Þingeyringar fengi að koma með tillögur og þið væri tilbúin að bregðast við einhvers konar nýsköpunarleiðir. Já, og ekki bara á Þingeyri, Flateyri, Suðureyri, Hnífsdal og Ísafirði. Það kannski meira sko, bregðast við vanda líka ákveðnum. Já, við erum búin að vera í því hlutverki að vera alltaf að slökkva elda og það er komin tíma á það að við fórum fram á veginn og fyrirbyggjum. Það kemur á ekki að koma neinum sérstaklega þegar horfum við þannig föngulega sal á óvart að kvótin er færanlegur. Við erum búin að lenda í þessu Ísafjarðarbær, Ísafjörður, Suðureyri, Flateyri, Þingeyri. Það er ekkert nýtt í þessu. En við komum alltaf til dyrna eins og þetta hafi komið okkur öllum í opnum skjöldu. Ég meina, fyrsta áfallið á Suðureyri, það hefði átt að vekja okkur. Eða Básafell á Ísafirði, en enn og aftur sofum við. Og ég segi það sko, ég kem ekki með lausnin neitt, en við sem samfélag náum því. Björt Framtíð. Daniel. Já, fyrst og öllu held ég náttúrulega að maður verði að segja það að ef maður hefði svarið við þessari spurningu að þá væri maður náttúrulega alveg örugglega búin að reyna að gera
að framkvæma. Fyrst og fremst náttúrulega finnum maður til með íbúum Þingeyrar og hefur fullan skilning á því að svona glötu tækifæri og stöðu fólksfækkun ekki bara Þingeyrar heldur í öllu sveitarfélaginu er náttúrulega niðurdrifandi. Þú baðst lausnir, ég held samt sem áður að það séu á margan hátt öfundsverðar framtíðarhorfur í Ísafjarðarbæ og þar nægir að nefna þau áform sem eru til dæmis í fiskeldi og með fiskeldi fylgja fjölbreytt störf og á næsta ári ætla sér dýrfiskur að slátra 3000 tonnum sem nú bara svona langleiðina í 1 HG. Það eru áformum bara hér í Ísafjarðarbæ 17.000 tonna fiskeldi og ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að þegar við horfum á málefni Þingeyrar að þá þarf að leysa þau fyrst og fremst bæði til skamstíma sem að ég held að við séum komin langleiðana með þessum byggðafkvóta sem kemur inn og við ætlum okkur að tryggja að þar verði áfram 2000 til 2500 tonna vinnsla. En svo aftur á móti spurningi sem að Benedikt vék að hér áðan, það er hvar sjáum við okkur eftir 15 ár og svo meðgjöf sem til þess sem er að koma inn á Þingeyri núna sem eru 80 milljónir á ári að verðmæti í byggðakvóta að bara svo maður hugsa upp átt gæti verið að það væri bara betra að ráða frumkvöðla í vinnu og þeir ættu bara að gera eitthvað fyrir 80 milljónir og sjá hvert það myndi taka okkur. Því að ég held að störfum í fiskvinnslu mun fækka vegna þess að tækniþróunin er svo ör og við sjáum náttúrulega okkar góða fyrirtæki 3X sem var að smíða uppsjávinnslu með öðrum í Færeyjum þar sem fara 1000 tonn á dag í gegnum vinslun og það kemur hvergi mannsönd við. Þannig ég spyr hver er sýnin eftir 10 ár sko? Því að þó ég sé í pólitík og verði kannski bara í næstu 4 ár að þá þurfum við einhvern veginn að fara að horfa til lengri tíma og ekki alltaf vera að horfa með bakið upp á vegg og ég segir að ef að menn vilja vera í sjávarútvegi á Vestfjörðum þá væri fyrsta aðgerðin sú að búa til einhvers konar hvata þar sem fyrirtæki til dæmis af höfuðborgarsvæðinu sæju sér fært að flytja á Þingeyri og það væri gert á þeim forsendum að þau teldu sér betur borgið þar fjárhagslega heldur en í Reykjavík. Þannig að er ekki rétt að sér þið fyrir þér einhvers konar langtíma stefnumótun og hugsanlega það að skapa verði umhverfið þannig að smærri fyrirtæki og sprotafyrirtæki sé gert kleift að flytja í þá þessi smærri byggðakjarna í bæjarfélaginu. Já, það reyndar sko þegar að fólk, þetta er svo ótrúlega pólitískt svar sko, við þurfum að fara í einhverja stefnumótunarvinnu en það sem ég held að sé hægt, það er það ef að hagsmunaaðilar sem eru þá íbúar, fyrirtæki og hið opinbera að bara það við myndum að setja niður einhverja stefnu, jafnvel þó hún var mjög vitlaus, þá var hún betri heldur en að vera ekki með neina stefnu sem er staðan í dag. Já, ég held að við gerum okkur öll grein fyrir þetta er erfið og spurningu og enginn, eins og Daniel bendur á, enginn hefur rétt svar. Svona eins og ég skildir þá er svona kannski líka bara kalla fram tillögur og hvað getur sveitarstjórn yfir höfuð gert. Arna Lára? Kannski getur verið að endurtaka mikið það sem hefur komið fram en það eru þetta þannig að það er þetta nærtækast að líta til að byggja upp fiskvinnslu á Þingeyri. Sjávarútvegur er og verður enn ókomin ár undirstöðu atvinnugrein á Vestfjörðum og verðum að byggja á henni. Við erum með miðin okkar einna rétt fyrir utan og það eru bara sjálfsögð réttindi að fá að nýta þessi atvinnuréttindi okkar Vestfjörðinga. Það er bara grundvallar sjónarmið sem þarf að koma hér fram. En það er þetta nærtækast þegar við vorum að horfa á fjölbreytni í atvinnulífinu, það er að líta til eldisins eins og Daniel kom réttilega inn á. Það hefur gríðarlegu vöxtur í þeirri atvinnugrein og það er auðvitað eðlilegt að horfa til þess að við sjáum fram á það að Þingeyri verður miðpunkturinn í eldis uppbyggingunni hér á Vestfjörðum. Og svo er auðvitað líka mikilvægt að mér finnst að horfa til uppbyggingar í ferðaþjónustu. Það hafa ekkert allt og margir trú á þeirri atvinnugrein og ég heyri alltaf oft að fólk sé bara svíkjundu skatti og ég vil bara mótmála því harðlega að því ég tel að þetta sé svo atvinnugrein sem eigi eftir að vaksa mest og vex mest nú á Vestfjörðum og það er eðlilegt að við horfum til hennar þegar við erum að reyna að auka fjölbreytni í atvinnulífinu og þar spilar
flýting Dýrafjarðarganga mjög stórt hlutverk, svo ferðaþjónustu Vestfjörðum fá að dafna, þá verðum við að opna á milli Norður- og Suðurfjarðar Vestfjarða. Það er bara lykilatriði og það er auðvitað hlutverk næstu bæjarstjórnar, alveg eins og þeirra bæjarstjórnum sem ég sitji í núna, það verður að kveða á flýtingu Dýrafjarðarganga. Ég þessum hef ekki tölu á því hvað við erum búin að samþykkja margar ályktanir í þá veru, en þær eru allavega 5, 6 eða 7 og það ég er svona að vona að ríkisvaldi fari nú að hlusta á okkur að þetta, og skilja mikilvægi þess að koma þessum göngum á, af því þá sjáum við þingari fara, sjáum við hag þeirra að vænkast verulega. Og ég vil svona horfa til þess og svo eru þetta mjög spennandi eins og ég held nú að Benedikt hafi komið hér inn á, það er að horfa til þessara frumkvöðla starfsemi. Hvernig getum við stutt þessa litlu fyrirtæki og einyrkja til þess að koma á einhverja stað? Og ég held að það sé líka rétt sem Daniel sagði hér áðan, ég vil nú ekki marka einhverja stefnu, við þurfum að marka Þingari og Dýrafjarðar einhverja stefnu sem við getum byggt á. Og það gerum við þetta bara í samstöðu við íbúasamtökin og íbúana sem þar búa. Og ég hef verið að fabulera það hvort að við getum markað Þingari stöðu sem Víkingaþorpsins á Vestfjörðum. Suðureyri hefur tekið sérstaklega vel að marka sér stöðu sem sjávarþorpur Suðureyri og hefur byggt ýmist atvinnutækifæri út frá því. Og ég sé, svo ég hugsa, tala bara fyrir sjálfa mig, þá sé ég líka fyrir mér varðandi Flateyri að við getum markað Flateyri stöðu sem bókabæsis Flateyri, þar eru ákveðnir styrkleika þar sem við getum byggt á og ég tel að við þurfum að marka öllum þorpunum okkar stefnu, líka Ísafirði, það er líka bara lítið þorp, skulum átta okkur á því. Framsókn. Það er eins og Arna Lára segir, það er Dýrafjarðargöngin, það þarf náttúrulega að flýta þeim. Það meira að segja þá kemur það til góða fyrir atvinnurekendur á Flateyri meira að segja. Við vorum að tala við þá í gær og þeir eru algjörlega á því að þetta sé númer 1, 2 og 3, það er að flýta Dýrafjarðargöngum. Svo náttúrulega flugvöllurinn á Þingeyri, þetta er náttúrulega næringar 8, hann skulle vera búin að eyða öllum þessu peningum í hann í aðflugsljós og lengingu og allt saman og svo er hann ekki notaður. Þannig að það er hræðilegt að hann skulle vera búin að vera óvirkur allan að tíma, það á bara ekki þessi stað. Það er náttúrulega fiskeldi er í vexti og við erum náttúrulega eins og Daniel segir með byggðið á kvótan, það er náttúrulega það er ekkert við því að bæta. En það er náttúrulega 1, 2 og 3, það er Dýrafjarðargöngin, að þau komast í gagnið fyrr en átt að vera. Takk. Það er ég langar bara að koma með eina aðra spurningu sem okkur barst og kemur þá kannski að þessu sem að Arnar kom inn á líka. Nú eru 3 af þeim flokkur sem sitja hér uppi eru í bæjarstjórn og Björt Framtíð sér fyrir sér næsta kjörtímabil. En spurningin er svo, hvernig sjá frambjóðendur fyrir sér valdeflingu byggðakjarnanna og eru íbúasamtökin yfir höfuð að virka? Byrja á Örnu Láru sem kom inn á þetta. Já, ég held nú að íbúasamtökin séu bara að virka ágætlega fyrir það sem þau standa fyrir núna, en við getum notað íbúasamtökin miklu meira. Við þurfum að fela þeim miklu fleiri verkefni og við þurfum líka að færa þeim völd svo þau geti haft áhrif á nærsamfélagið sitt. Og það eru mörg tækifæri fólgin í því að efla íbúasamtök eða hverfisráðun eins og þetta heitir í bæjarmálasamþykktum Ísafjarðarbæjar, að því að við eigum að geta verið í miklu betra sambandi við hverfissamtökin og ég held líka að íbúarnir þeir fá líka mun meiri áhrif og völd í gegnum þau heldur en í gegnum bæjarstjórnina beint. Ég man þegar það var fyrir nokkrum árum þá voru íbúasamtökin á Flateyri alveg gríðarlega virk og reynda líka á Þingari og þá fengum við alltaf lista hvað betur mætti fara í hverju byggðakjarna og það var svo gott fyrir okkur kjörnafulltrúa að fá þennan lista í hendur, sérstaklega á þeim kjörnum sem eru fjær okkur, af því maður sér ekki eins vel, sem er ekki alltaf fyrir framan augun á manni, þá gæti maður nota þennan lista og sagt, jæja, hvernig gengur með Ránagötuna, hvernig er með það á ekki að laga þessa gangstéttir og svo framvegis og framvegis öll þessi verkefni, að því ég held líka að með því að virkja íbúasamtökin betur þá verður okkur meira úr peningunum. Ef við getum sagt við íbúasamtökin, hér eru 2 milljónir og þið fáið aðgang á þessum velum og þið fáið þennan aðgang á áhaldusinu, gerið þið þetta, þá nýtist peningarnir miklu betur heldur en við værum að senda
verktaka eða fyrirtæki á staðinn. Þannig að ég held að þetta bara svona ákveðin samfélagskraftur sem við þurfum að nýta í þágu samfélagsins. Massi, spurningi var sem hvernig sjá frambjóðendur fyrir sér valdeflingu byggðakjarnana og eru íbúðarsamtökin að virka? Valdeflingu. Já, ég er allavega með íbúðarsamtökin, ég veit ekki hvort það sé mikið að virka vegna þess að við erum búin að vera með fundi í öllum byggðakjörnunum og ég vil ekki sé neitt af þessu fólki allavega að koma á fundinni á okkur sko. Þannig að það er allavega ekki mikil áhugi fyrir að hitta pólitíkusana. Þannig að en að öðru leyti geti bara verið sammála Örnu Láru í því sem hún er búin að segja þessum hlutum. Ég held að þetta sé bara akkur það sem þarf. Takk. Benedikt? Já, stefna Bjartrar framtíðar gengur út á þetta samtal við íbúana og ég var reyndar að taka undir það sem Massi kom inn á að á Þingerið bara lögðust við í leit til að finna formann samtakana sko og málið er að þetta er greinilega ekki að virka sem skyldi. Þetta á að vera afl innan stjórnkerfisins og það á að finna til sín, það á að sjá hugmyndir þeirra fara inn í kerfið og fara í úrvinnslu og eins og ég tæpt á í innganginu sko, við viljum að íbúar byggðakjarnanna fá að forgangsraða verkefnunum sjálf til að efla samheldni þeirra og sérstöðu og þetta er svona gegnugangandi í öllu sem við erum að reyna að breyta og það er þessi kúltúr sko að ég ákveði ekkert fyrir þingeyringa hvað þeim er fyrir bestu í þeirra íbúðarsamtökum. Þau koma með óskirnar til okkar og við framkvæmum þeirra vilja. Farsalla verður það aldrei ef þetta á að vera einstefna frá stjórnkerfinu. Þannig að ég vil fá íbúðakjarnana með hlutverk og ábyrgð. Já, ég held að við þurfum að gera einhverja breytingar því að þetta er ekki virkað eins og þetta er. Það leiðir sem við höfum verið að reyna að fara hafa ekki virkað. Og íbúa minni byggðakjarnana þeir upplifa það ekki að þeir séu að fá góða þjónustu frá okkur og þeir hugsanlega eru þeir ekki að fá það. Sú leið sem að ég held að ég myndi beita mig fyrir eða ætla að beita mig fyrir, ég vona nú ég nái kjör í bæjarstjórn, er svo að það verið gert tvennt. Það er í fyrsta lagi að reglunum verið breytt þannig að það verið kosið í þessi hverfisráð samhliða sveitarstjórnarkosningum og að það verið eins konar mini bæjarstjórnir. Ég vil líka að það verið greitt fyrir nefndarsetu þannig að þetta sé ekki bara kvöð og það sem ég vil líka gerist er að embættismannakerfi sem er nú mest allt hérna á Ísafirði að það aðstóði íbúðarsamtökinu eða hverfisráðinu sem þetta heitir og gerir þeim starfið þess auðveldara. Það boði fundi, það mæta fundi, drífi málun áfram en hlusti. Og ég tók eftir því að hún Þórdís bæjarritari sem er náttúrulega mínísnillingur að þegar hún fór á Þingeyri og bara gaf sér tíma og hlustaði og leiðbendi að það voru allir rosalega ánægð með það. Og þetta hefðu bara kannski látt að gera fyrr og ég vona að við getum, þetta er bara leiðin sem á að fara. En íbúarnir þurfa líka átt að segja á því að það er enginn að koma með lausnirnar til þeirra. Þau verða svolítið að vera í forsvari fyrir það eins og er nú sem betur fyrr. Já, ég vil hvetja fólk til að koma með spurningar á sal en hérna er önnur spurning sem barst á netinu og hvernig sjá framboði fyrir sér rekstur áhaldahússins á kjörtímabilinu? Verður það lagt niður eða einstaka rekstrarþættir boðnir út? Daniel? Ég held að það starf sem hefur verið unnið í áhaldahúsinu sé gríðarlega gott og vanþakklátt oft á tíðum. Mér finnst oft umræðan vera þannig eins og að þeir í áhaldahúsinu ger ekki neitt. En þeir eru náttúrulega húsverðir í Ísafjarðarbæ. Það hvort að ég sé ekki fyrir mér að áhaldahúsi verði lagt niður. Hvort að það verði einhverja breytingar á því, það liggur fyrir að við þurfum annarkvort að held ég að fara að loka vélagarðinnar eða fjárfesta upp á nýtt því að tækinu er komið mjög til ára sinna. Þannig að ég held að kannski fyrsta skrefi sem ég sæði fyrir mér það væri að skoða það hvort að við eigum að vera með öll þessi dýru tæki sem eru reyndar ekki dýrar, þeir eru svo gömul en þau eru mjög dýri ef við þurfum að kaupa ný. Þannig að ég held að við þurfum að leggjast vandlega við það en ég sé fyrir mér að
við þurfum að vera með þessa húsverði áfram. Ég ætla nú vonandi ekki tala niður til þeirra sem eru í áhaldahúsinu, það er ekki það sem ég er að meina, en þeir gegna mjög mikilvæg hlutverki í að halda bænum gangandi. En ég sé reyndar fyrir mig líka að það geti verið heppilegt að þeir eru starfsmenn eignasjóðs í staðinn fyrir starfsmenn áhaldahús, því að ég held að við getum sparað aðeins í skattaumhverfinu með því. Takk fyrir, en það er mjög tæknilegt og skiptir kannski ekki öllu máli. Ég sé fyrir mér að efla áhaldahúsið. Punktur. Efla, hvað áttu við? Að það sé veitt fé til nýfjárfestinga. Já, ok. Að eins og Daniel tala sko, tækin eru úreldast. Ég hef haft á tilfinninguna að það sé svona verið að svelta þetta og þannig að það sé hægt að setja upp á, geti komið upp svo staða að menn myndi stilla upp kostnaðurinn við endurfjármögnun það mikil að það er betra að bjóða þetta út sko. En ég hef átt mjög gott samstarf með áhaldahúsinu, þeir hafa verið manna ráðagóðastur þegar ég hef þurft að halda og þess vegna bara held ég að flest allir bæjarbúar hafi góða reynsla og ég vil sjá það bara áfram. Já, ég hef skoðun á þessu máli. Ég vil sjá að áhaldahús og slökkvilið Ísafjarðar og hafnar og umsýsla hafnarna séu á einni hendi og það verði áhaldahúsið er stækkað, slökkvilið myndi flytjast þangað upp eftir, en það er náttúrulega, þú myndir ekki nýta slökkviliðsmenn svo sem áhaldavörslu eða annað slíkt, en ég vil sjá þetta allt í sama húsinu og nýta, sem svo efla áhaldahúsið og fjölga mannskap og þeir sjá umsýslu hafnarna líka. Það er svona í grófum dráttum þannig. Já, við í Ílustunum höfum engar hugmyndir það að leggja niður áhaldahúsið, þvert í móti. Við höfum lagt fram tillögur á þessu kjörtímum að efla það og þær hafa nú reynda verið felldar. En það er nú annað mál, við skulum nú vona ný bæjarstjórn tæki nú betur á málum. En starfsemi áhaldahússins, hún er nefnilega mikilvægari heldur en við mörg okkar áttum okkur á. Til dæmis þegar við vorum á fundi á Flateyri og það er svo eftirminnilegt, þá sagði ein kona við okkur, hann Jói bæjarvörstur, hann er svo æðislegur að ég vil hafa hann alla daga. Og þetta er svona almennt starfsmenn áhaldahússins og þeir eru að þjónasta bæjarbúa mjög vel, en þeim hefur verið fækkandi og við verðum að bæta eins í starfsemina, alveg eins og Benedikt kom réttilega inn á, tækin eru orðin úreld. Daniel upplýsti hér áðan við ættum fullt af peningum og þannig að það hlýtur að vera hægt að efla starfsemi áhaldahússins án svo þurfa að bjóða það út. Já, en til þess að eiga fullt af peningum þá þarf að fara vel með þá og ég held að þó að þessi hugmynd sé góð hjá Marselíusi að þá held ég að sé valla að leggja það til að við flytjum slökkvilið og snjóflóðasvæði. Áhaldahúsið er ekki á snjóflóðasvæði. Jú. Þá þú að segja nei? Nei. Jæja, það er spurningu sal. Guðbjörg María. Takk fyrir. Mér langar að benda eitt. Ég er mikill dýravinur og við erum ofta að tala um að hafa bæinn okkar hreinan. En hvað að fjölga tunnum á ljósastöðum svo við getum fara að labba með hunda, eiga auðvitað með að losa okkur við sem kemur frá hundunum. Mér vil hafa bæinn minn hreinan og þá geta útlendingar og aðrir séð hvað bæinn okkar fallegur. Þetta á ekki kosta mikið. Massi, mér langar að beða þig að svara og ég vil minna fólk að tala alveg vel í mækinn svo að það heyrist allstaðar. Fjölgun og ruslatunnum, var ekki að tala um það? Þetta heyrist rosa illa. Og hafa bæinn hreinan og auðvitað fólki sem er með hunda. Ég held að ég geta þurfa fjölgun á ruslatunnum, bara betri flokkun. En ef það sé fjölgun þá er bara spurning um það hvort það verður flokkað meira, fleiri flokka, þá getur þurft fjölgun. Ég var að tala ruslatunnur Þú ert alveg að misskilja mig. Ég var að meina götu bæjarins. Þegar fólk er að safna saman og fara með dýrin sinni göngutúra, það eru svo fáar tunnur til að losa svo okkur við. Bara núna, með göngutúrum bæinn núna síðustu daga, þá sé ég það að það er búið að vera fjölgaðinn, sko. Hérna nýri Sundstræti sá ég allavega 2 eða 3 sko, þannig að ég veit að þeir eru að fjölga þessum ruslatunnum með þessa stundina. Ok. Leyfa þessum að svara. Arna Lára,
Já, það hefur nú verið þörf að fjölga ruslatunnum og ég vona að þetta sé rétt sem maður segir að það hefur verið að gera undanfarna daga og við erum með það í stefnuskránni bæði að fjölga ruslatunnum og að fjölga bekkjum við göngustígana. Ég á nú ekki hund en ég hef nú stundum fengið hund lánan til þess að viðra hann gósafélaga minn og mér finnst alveg óþolandi að vera með skít í poka hálfa leiðin inn í fjörð, mér finnst það algjörlega óásættanlegt. Þannig að þó ég sé nú ekki hundaeiganda þá skil ég mjög þess að þörf að fjölga ruslatunum, það nennir enginn að vera með hundaskít í poka hálfa leiðin inn í fjörð. Þið takkið þetta niður, ég ætla að biðja Daniel. Já, ég bara tek undir þetta. Ég held að eftir sem að ruslatunnar eru fleiri, það mun meira fyrir í þær. Minn ykkur að tala vel í mækinn. Já, við viljum fjölga ruslatunnum og bara á þessu samtali okkar síðasta klukktíma þá bara búið að vera tæpa á fullt af svona smámálum sem við getum tekið okkur til og framkvæmt án þess að stórar upphæðir séu settar í það og eins og skipulagt útisvæði fyrir hunda. Ég vanur að fá mikið af hundum fram hjá mínum garði sem gera þarfir sína þar án þess að það sé tínt upp. Þannig að það kannski, það örugglega gott að hafa útisvæði fyrir hunda. Og fjölgun ruslatunum. Og fjölga ruslatunum. Góða kvöldi, takk fyrir hennar fund. Mér langar að ræða atvinnumálinn aðeins í viðum skilningi. Í þeim umræðum sem fóru fram hérna áðan í sambandi við þingari meðal annars og kvótamál og slíkt að þá hafa menn jafnvel verið að tala eins og kvótinn sé eitthvað óumbreytanlegt og sé komið til að vera og við fáum ekkert gert við þessu. Það hann reyndar verið í umræðinni frá upphafi kvótakerfisins að Vestfirðingar hafa alltaf verið á móti því frá upphafi, aldrei geta unni með því. En ég sakna þess að heyra menn ekki tala eins og þetta sé eitthvað sem hægt að breyta. Það hlýtur hver maður að sjá það að árið 1984 þegar þetta kerfi var tekið upp þá búin að vera 400.000 tonna jafnstöðuafl í nokkur ár í þorski til dæmis með skrafdæðakerfinu, við getum nefnt þessi dæmi fyrir það sem er nefnt í því. Þá gekk nú bara þokkalega í þorpum eins og Þingeyri, Suðureyri og Flateyri og Hnífsdal reyndar líka og víðar. En í dag að þá svona aflinn á Rokkaði frá 140 upp í 190.000 tonn og engum finnst það óeðlilegt sem ég bara mjög hissa á. Það búið að vera að byggja upp stofnana í 20 ár og það innan við helmingur af þeim afla sem var verið að veiða fyrir upp af kerfisins sem að nást eftir hennar tíma. Það náttúrulega bara alveg fáránlegt og í öllum venjulegum rekstri ef að menn gerðu slíkar áætlanir Ég minni á að það þarf að koma spurning. Núna langar með að spurja, sjá bæjarfulltrúar ekki ástæðu til þess að vinna að því með ríkisvaldinu að koma þessu kvótakerfi frá, að minnstakosti að hluta til þó að það er ekki tekin að allir þeir sem að leigja frá sig kvóta tekin af þeim kvótin eins og hann leggur sig 100% afskrift. Í staðinn fá þeir skuldabréf frá auðlindasjóði getum við kallað það sem er upp á jafnvirði leigu 5 ára á kvótanum. Þeir geta notað þetta skuldabréf til að bjóða í leigu og afla hvenær sem þeim sýnist en þeir geta ekki notað það í neitt annað. Ég fá lítið eitthvað á þessu. Já. Massi, þú til að byrja? Eina sem ég held að við getum gert í þessu það er að bærin beiti þrýstingi á yfirvöld aðgerðir. Það er eina sem við getum gert og það er bara spurning hvaða þrýstingi við viljum beita. Það er bara fljótt svara. En þú vilt þess að beita þrýstingi til þess að koma þessum hugmyndum í framkvæmd eða hvað? Einhver leyti já, bara eftir því bara hvað bæjarstjórnin vill gera í hlutunum eða þú sem eru kosin. Arna? Já, við Björn erum náttúrulega skoðanarsystkini í þessu máli sem og mörgum öðrum en lög um stjórn fiskveiða er þetta mannanna verk og það er þetta mjög auðvelt að breyta þeim. Við höfum þetta lagt fram ýmsar ályktanir frá bæjarstjórn sem það reyna að breyta þeim og það hefur nú ekki verið hlustað á til þessa, það þarf eitthvað meira til. En vilji okkar í Ílestónum er til þess að breyta þessu B-vitans kvótakerfi svo við getum fara að lifa hér eins og mannsamöndu fólk og við erum ekki alltaf með betlast að reykja okkur og okkur vantar eitthvað. Og ég bara, það er alltaf að vera skilningur af því í núverandi bæjarstjórn að það þurfa að breyta kvótakerfinu og ályktanir þess efnis hafa nú verið samþykktar. Oft mér á algjör og óvörum að núverandi meirihluti hefur tekið
undir hugmyndir okkar minnihlutans um breytingar í kvótakerfinu og ég vona að næsta bæjarstjórn verði sama sinnis. Benedikt. Eða Daniel, já, skiptir ekki. Já, þetta náttúrulega eilífa viðfangsefni og eðlilega þegar við horfum upp á það að hér fór Básafell með 8.000 tonn og guggan ekki ennþá gul og þar fram undir göttunum. Ég held hins vegar að kvótakerfið sé komið til að vera og ég held að það sem ég myndi beita mig fyrir og mun beita mig fyrir þegar ég verður orðinn stjórnmálamaður vonandi eftir nokkra daga, það það þó að ég væri alveg ótrúlega til í það, ég væri alls ráður og ég held að væri meira þess að bara sanngjarnt að við fengjum 10.000 tonn nefnótasvæði og jafnvel meira og fengjum að móða úr þeim og ég held að það væri kannski svona einfaldasta byggðaðgerð sem væri hægt að fara í. Að ég var alveg til að berjast fyrir því að það væri gert með þeim hætti. Takist það ekki, þá held ég að það mikilvægasta sem við gerum sé að byrgja brunnin. Og það eru ákvæði í lögum sem að eiga að ganga út af það að það sé ekki hægt að loka þorpum sem virka ekki. Við sáum það bara á Þingeyri núna fyrir jól, við sáum það út í Vestmannaeyjum í fyrra. Og ég held að það þurfi fyrst að búa til leikreglur sem gera það kleift að þetta verði í það minnsta erfiðara að þetta gerist. Nú, þó ég sé alveg tilbúin til þess að vinna því að breyta kvótakerfinu, þá vil ég samt sem áður benda það og ég held að það sé kannski einfaldara að vinna orustur en stríðið. Að fyrsta orustan sem ég myndi vilja vinna er svo staðreynd að það eru 20.000 tonn í dag í byggða aðgerðum í sjávarútvegi. Og ég tel að þessi 20.000 tonn séu illa nýtt og ég myndi vilja reyna að beita mig fyrir því að þau væri nýtt meira hér í takt við það sem er verið að gera á Suðureyri og Flateyri og núna Þingeyri, þar sem eru langtíma samningar og þar sem að menn missa þetta ef að þeir vilja fara. Hitt sem að ég myndi vilja gera er að reyna að finna leiðir og það er í gegnum þessa hvata sem ég var að tala um áðan að hérðan eru keyrt í burtu 15.000 tonn af óunnum fiski og óslægðum þessa. Þannig að nú er ég búin að tellja upp 20.000 tonn í byggðakvótum, ég er búin að tellja upp 15.000 tonn sem er ekið í burtu, það eru von á 17.000 tonnum í fiskeldinu og ég held að það sé það sem við eigum að vera að horfa á og ég tala fyrir því að búa til hvata og vinna eina orustu í einu. En eins og ég segi, ef ég væri allsráður þá myndi ég sennilega byrja því að setja 10.000 tonn til okkar. Af því við eigum það skilið. Hvað með útlegu aflaheimilda? Ég þekki það kannski ekki nægilega vel hvaða áhrif það hefur en ég held að í það minnsta skipti á aflaheimildum séu gríðarlega mikilvæg þannig að menn geti skipt karfa fyrir þorsk. Takk fyrir. Eins og við erum komið hérna inn á þá er þetta mannanna verk og það er ekkert sem hindra það að þessu sé breytt, hvort sem það að kvótinn sé færður til varanlegra setu í Ísafjarðarbæ eða viðhalda áframhaldandi úthlutun eins og hann er í dag. En við þurfum bara líka að spyrja okkur kritískara spurninga. Það er talað hérna um aðgerðunar á Suðureyri og Flateyri. Höfum við velt í fyrir okkur, er þetta besta lausnin? Kvóti til brothættra byggða? Er til önnur útfærsla? Og það er það sem mér finnst oft vanta á. Það er það samtal að kalla alla að borðinu. Og en svo sannarlega vona ég að við sjáum fyrir okkur breytingar því að sjávarútvegur er og verður undirstaða, hvort sem það er í eldi eða í viltu, að þá höfum við rosalega þekkingu hvað þetta varðar. En já, ég náðum ekki öllu sem Bjössi sagði en svo sannlega vildi ég að Ísafjarðarbær hefði úr að móða 10.000 tonnum sem við getum bara sett niður á byggðirnar og yrðu þá unnar í samræmi við vilja bæjarbúa á þeim stað. En Freki kallinn kæmi ekki og segði hvað væri fólkinu fyrir bestu. Já, var þú ekki spurningu?
get ekki á mig setið þegar það er að tala um hunda. Er leyfilegt að láta hunda ganga lausa í Ísafjarðarbæ eins og þeir gera í hverfinu sem ég bý í? Það líður ekki sá klukkutíma að sé ekki lausir hundar í kringum húsi hjá mér og inn í garðinum hjá mér eins og hann Benni kom inn á áðan. Og maður sé með að segja löglæra fulltrúa frá sýslumanni nota þetta. Og mér finnst þetta bara að það þurfi að vera meira eftirlit með þessu. Hvað segja bæjarfulltrúar um þetta? Eru þeir hundaeigendur og eru þeir meðmæltir þessu? Spurningin er leyfilegt að vera með hunda í Ísafjarðarbæ og ég lausa og þá kannski hvað gerir bæinn og í hverju felst þá það vald sé það ekki leyfilegt? Byrja Daniel. Nú kemur eiginlega bara tómum kofanum. En kannski að fulltrúi Sjálfstæðisflokksins í umhverfisnefnd geti svarað þessu fyrir okkur, hann situr hérna. Fulltrúi Sjálfstæðisflokksins. Komið þið sæl, ég fulltrúi, ég varaformaður umhverfisnefnd fyrir Sjálfstæðisflokkin og bæjarstjóraefni Ílistans í þessum kosningum. Það þannig að það voru nýlega settar reglur hundahald í Ísafjarðarbæ. Þannig að þeir eiga að vera skráðir og vel merktir, en varðandi lausagöngu þá höfum við verið að vinna í því að finna hundum eða sem sérstakt svæði þar sem hundaeigendur geta farið með sína hunda og verið með þá lausa. Þeir eiga semst ekki að vera lausir hér innan bæjarmarkana og svo vinna fór á staði í vetur þegar hann Rolando Díaz sótti fyrir hundaeigendur svæði til að vera með hundalausa. Því miður þá hefur þeirri vinnu ekki lokið ennþá, en ég hef fullan hug á að ásamt mínu fólki hjá Ílistanum að halda áfram þeirri vinnu strax eftir kosningar, eftir að ný sveitarstjórn tekur við, þannig að hægt verði að finna hundaeigendum góðan stað til að vera með sína hunda í lausu, þannig að þeir þurfi ekki að vera að gera það í bænum, innan bæjarmarkana og innan íbúana. Já, ég hundaeigandi og ég veit að lausaganga hunda bönnuð í sveitarfélaginu en mér finnst samt sem áður að þetta hefur batnað með fólk og taka upp eftir hundana. Það hefur batnað núna síðasta ári, en það má lagast ennþá meira. Okkur borist önnur spurning og nú það nýr málaflokkur í bænum á síðasta kjörtímabili. Það málefni fatlara og nú spurt hvað sjá þessir frambjóðendur fyrir sér í málefni fatlara og málefni geðfatlara? Sjáu þeir fyrir sér stefnubreytingu? Eitthvað nýtt? Eitthvað sem betur má fara? Eitthvað sem þið viljið sérstaklega taka á? Og Marsilíus, mátt byrja. Við þurfum náttúrulega að gera miklu betur í þeim málum. Við þurfum að leggja okkur fram við að gera úrbætur í aðgengismálum fatlara og það vantar mikið upp á það sé í lagi, sko. Það náttúrulega svona fyrsta, en við erum eitthvað svona að reyna að kroppa í þetta, en við þurfum að gera bara miklu meira í þeim málum. Og svo náttúrulega komin út einhverju reglur hvernig ná að fara með þessi mál í sveitarfélaginu og við þurfum bara að fara eftir þeim. Telur það hafi ekki verið farið nógu vel eftir þeim? Alls ekki. Það miklu betur. Ok, ég segi það má gera miklu betur. Sko, ef við lesum yfir lög og reglur í þessu sambandi þá þarf að gera miklu betur. Það þarf að skoða þennan málaflokk vel. Arna Lára? Ég held að á mörgu leyti séu að þjónusta fatlaða mjög vel, en það mikil brotalöm í aðgengismálum fatlaðra og því þurfum við virkilega að taka okkur á. Og þú spurðum einhverja breytingar í málaflokknum. Við fundum hér með Öryrkjabandalag Íslands við frambjóðendur núna bara fyrir viku síðan, jafnvel 10 dögum, og sem var mjög fróðlegur fundur fyrir okkur frambjóðendur. En þar kom fram á fundunum að það engin fatlaður í Ísafjarðarbæ að nota sér
þessar persónulegu notendastýrðu þjónustu, ég man ekki þetta NPA, ég kann nú bara skammstöðuna fyrir þetta og það hefur engin nýtt sér hana hér í Ísafjarðarbæ og ég tel að það gæti nú verið til bóta að fyrir þann fatlaða að vera með slíka þjónustu en það er engin óskað eftir henni eftir sem ég skilst en við getum að sjálfsögðu gert betur en ég held samt að við getum verið nokkuð bara ána með hvað við erum að gera í dag. Þó svo, ég ætla enn undartaka sem Massi sagði að aðgengismálin eru alveg til skammar og þar getum við gert betur en þessi þjónusta við fólk á svona mannlegu nótunum, ég heldur við sem að gera það mjög vel. Blaðið okkar Ísfirðingur kemur út í fyrramálið og þar er ég með grein akkúrat þessi mál og það tökur 10. við alveg frá A til Ö. Já, ég get tekið undir það sem hefur komið hérna fram að við erum að gera vel á sumum sviðum sko en við getum gert betur og við eigum að hafa metnað og þetta bæjarfélag hefur alla burði til að vera leiðandi og öðrum bæjarfélagum til eftirbreytni. Takk fyrir. Ég held að mín tilfinning er svo að ef það er eitthvað sem að við höfum að vera stolt af þá er að þjónusta okkar við fatlað fólk. Ég upplifa hana mjög góða og starfsfólk okkar þar er að gera gríðarlega góða hluti. Það sem að ég held að sé aðalatriðið og eigi að vera okkur leiðaljós, það er það að foreldrar og aðstandundur fatlaðs fólk og fatlað fólk eigi ekki að þurfa að berjast við kerfið. Nógu erfitt er þetta fyrir. Það eru ýmsar reglugerðir og lög og slíkt og eftir þeim verður að fara. Fólk á rétt á því að fá búsetuúrræði til þess við 18 ára aldur, ég vil að við stöndum við það og bara þessa þjónustu sem að er verið að tala um að veita, við verðum að standa okkur í því þannig að fólk þurfi ekki að berjast við kerfið. Aðgengismálin er ekki nægilega góð, við höfum hins vegar kortlagt það en það er eins og til dæmis í miðbæ Ísafjarðar þarf að laga aðgengismálin búður hana en það er mjög flókin aðgerða því það er ekki nóg að hækka bara gangstéttir heldur það þarf að lækka götuna og svo framvegis þannig að við þurfum að finna einhverja leið þar sem við getum gert betur í því. Við erum að fara að byggja vonandi hinum með við götuna 5 íbúðir fyrir þroskahjálp, teikningar hafa verið kynntar bæjarstjórn og umhverfisnefnd og er núna í deiluskipulagi þannig að vonandi fer það á stað bara núna í haust en svo að lokum þá er þetta þannig að við erum nýbúin að taka þetta yfir frá ríkinu og við þurfum ennþá að gera þennan málaflokku upp sérstaklega. Við vorum náttúrulega að veita fötluðu fólki þjónustu áður við tókum þetta yfir en þurfum að skýra ríkinu frá þetta kostar félagslega þjónustan við fatlað fólk sem að sveitarfélögum voru að veita og þetta er það sem ríkið var að veita en núna lýkur því eftir þetta ár og þá held ég að verði hægt að fara að samþætta bara þjónustu við fatlað fólk við aðra þjónustu hjá sveitarfélaginu þannig að þetta sé ekki svona klift og skorið heldur þetta sé bara félagsleg þjónusta eins og allt annað í miklu meira mæli heldur það í dag. Takk fyrir. Almennt engar stefnubreytingar en betra aðgengi. Já, það er önnur spurning sem að barst á netinu og hún er svohljóðandi. Hver er afstaða ykkar til núverandi fyrirætlana snjóflóðavarnir í Kubba? Það er að segja veginn upp á Hafrafellsháls og 2 km af járngrindum upp í Klettabeltunum. Er þetta eitthvað sem að ég býst við þá sem sendi þetta hafi verið afskaplega mótið þessu? Er þetta eitthvað sem að er þetta hætta við eða breyta? Sekkið þið það? Bara kannski byrjaðu á þér, Daniel. Já, þegar kemur að snjóflóðavörnum þá finnst mér það alltaf jafn magnað að til dæmis þegar snjóflóðamannvirkin eða Kubba voru kynnt að þá komu menn og sýndu fram á í það minnsta 10 snjóflóð eða eitthvað sem hefðu farið mjög langt niður í hverfið og áður en það var byggt og hefðu valdið þar usla að þá segir fólk bara já það hefur aldrei verið snjóflóðina en snjóflóðamannvirki eru þess eðlis að það hefur verið að byggja til 1000 ára og ég held að þetta sé þannig að vera metna líkur á að það komi 5 snjóflóð á næstu 1000 árum þá vilja menn setja upp mannvirki. Hins vegar þegar ég horfa á annan garð þá er ég nálega viðurkenna það að mér finnst helvíti hæpið, afsakið sé blóta mjög hæpið að
að snjóflóð sé náðan yfir garðinn og maður skilur ekki alveg þetta járnavirki þurfa að fara þann upp í fjall. En hins vegar myndi ég ekki vilja vera bæjarstjórinn eða verkfræðingurinn sem fer fram á það að það verði ekki byggt og það komi svo þetta snjóflóð sem að verkfræðingar mæla með. Þannig að það sem ég held að ég myndi fyrst og fremst vilja skoða það er þessi veglagning, hvort það sé hægt að gera hana minna ábyrjandi og það hafa nú þegar verið held í kynntar tillögur í því. En varðandi járnamannvirki þá hef ég minni áhyggjur af því og mér hefur fundist að það sem svona járnamannvirki hafa verið sett upp hafi tekist ágætlega að fella þau inn í landslæðið og gera þau jafnvel spennandi. Já, frá mínum bæjardyrum er það líka mjög einfalt að öryggi er aldrei umsemjanlegt og í þessum málaflokki þá fæ ég bara dómgreind lánaða hjá öðrum. Ég hef ekki þá þekkingu til að geta dæmt þetta, þannig að mér vitarir menn ráðleggja mér heilt. Við erum algjörlega á móti því að það sé sett þetta járnavirki í fjallið. Það hlýtur þetta að fara aðra leið sem tryggja öryggi íbúðan á svæðinu, lengja garða eða búa til garða. Algjörlega á móti þess og það að setja svona veg upp fjallið. Ég er nú sammála Benni í þessu máli. Ég fórna ekki öryggi fólksins, það er bara þannig. En mér þykir þessi járnvirki sem fyrirhugar að setja í kupan, þau eru jafn hræðilega ljót. En ég mun ekki vilja fórna öryggi íbúana sem búa undir kupanum fyrir fegurðina eina. Massi, þú segist vilja fá þig burt eða verði ekki sett upp og er þetta eitthvað sem búið er að ræða við ég ætla ekki að segja að þú ert ófróður þetta mál en þér fróðari menn verkfræðing og aðra eru sérfróðir. Ég man að ég sá teikningar hvaða möguleika voru fyrir hendi á sín tíma með því að vera ekki með járnavirkið þarna að þá ættu garðarnir eiginlega sem sagt gætu komið garðar sem að myndi fara inn á lóðir íbúðana og það er bara spurning sko þá myndi sennilega vegurinn fara upp fyrir garðin. Þetta er möguleiki. Ég fer að hugsa svona tilbaka því ég sá teikningu fyrir einhvern árin síðan sko. Þannig að það hlýtur þetta með nýtt möguleiki að verja þetta svæði. Já, vegurinn sem núna er til að fara inn í Holtahverfið, hann er sem sagt nær fjallinu. Hinum við garðinn sko. Já, það er þó betra að loka veginu en heldur en að taka fólki út úr húsunum. Takk. Ég ætla að koma með hérna eina spurningu sem okkur barst á netinu. Og það er kannski svona svar frá núverandi bæjarstjórn sem er sérstaklega eftir. Er rétt að HSVAF, sem Hérasamband Vestfjarða, eða Vestfirðinga, fái 9 íbúðir í eigu bæjarins til afnota endurgjaldslaust. Þessi ráðstöfun er metin á 10 milljónir króna, metin sem 10 milljón króna styrkur til HSVAF á sama tíma og skortur er á leiguhúsnæði í bæjarfélaginu. Eru frambjóðendur sáttur við þessa ráðstöfun eigna bæjarfélagsins og mér langar að biðja Marsilíus að byrja á svararinn. Ísafjarðarbær á 104 íbúðir og svona 80% af þeim íbúðum eru 3 herbergja íbúðir og það eru 3 herbergja íbúðir inn í Múlalandi og þannig er að það er ekki rétt sem að gefa fram að það sé biðlisti fyrir 3 herbergja íbúðum. Það er alltaf verið þannig að það eru lausar íbúðir í Múlalandinu og mér er falið að ég mætti lána þeim íbúðir að leigja þeir borga hitunarkostnað og þrif og sameign. Þannig að ef að þeir verða ekki sem íbúðum þá væri þessi hlutaðin tómar í dag. Og ef við kíkjum aftur í tíma þá er það þannig. Þeir eru með samningu 4 eða 5 en þetta er bara gert tímabundið á meðan það er ekki þrýstingur þannig að aðri vilja koma í íbúðir. Það er bara þannig. Sattur, viljið fleiri kommenta? Mér fannst þetta bara svo frábært svara að ég bara tek alveg undir þetta hjá Marsilíusi, hann er með þetta algjörlega á hreinu. Hafið þið eitthvað að segja? Já, ég held að það sé nú betra að hafa fólk í íbúðum heldur en að láta standa auðar. Ef það er spurningin eða við þessi svör frá Massa þá held ég sé betra að hafa fólk heldur en að láta standa auður og grotna niður. Það er spurningu svar.
Já, ég ætla að spyrja ykkur afstöðu ykkar til hugsanlegra sameiningar sveitarfélaga eins og til dæmis Ísafjarðarbæjar og Bolungarvíkur, og ef ekki sameiningar þá að við getum sameinað stofnanir eins og grunnskóla eða gett hafnarsamlag við þá eða samnýtt áhaldahús eða eitthvað slíkt. Sjáu þið ekki fyrir ykkur tækifæri í samvinnu við eins og Bolvíkinga og Súðvíkinga? Ég er fylgjandi sameiningu ef hún er gerð með vilja íbúana, þá enn og aftur löngunin til þess. Ég horfi sérstaklega til Bolungarvíkur og Súðavíkur að upp á að geta boðið upp á góða félagsþjónustu, þá er betri félagsþjónustu en er í dag, tel ég við geta gert. Almenningssamgöngur, en allt þetta sem ég get talið upp er í raun og veru hægt að semja líka án sameiningar. Þegar Suðureyri, og Þingeyri og nokkrir aðrir hreppir sameinuðust Ísafirði, þá hurfu svona ákveðin séreinkenni úr sjávarþorpunum og maður hefur heyrt hjá Súðvíkingum að til hvers að sameinast Ísafirði og tapa okkur sjálfum, verða bara svona eining í Ísafjarðarbæ. Þannig að það á ekki að þvinga fram sameiningu, en sé til vilji meðal bæjarbúa, þá tel ég að við getum náð fram þeirri hagræðingu og bætt þjónustu við íbúa, því að í skýrslum, ég er nú aðalega vitnað í bók Grétars Þórs sameiningar sveitarfélaga, að þá undantekningarlaust hefur þjónusta batnað við íbúa og ég myndi sjá það þá einna helst gerast í þessu, en númer 1, 2 og 3 þá þurfum við að tala við grassrútina. Ég sé mikil tækifæri fyrir Ísafjarðarbæ að sameinast hafnarsamlagi Bolvíkinga. Það er mikil tækifæri fyrir Ísafjarðarbæ í því, en ég er ekki viss að vilji þeirra standi til þess. Við gerðum ágætis úttekt á sameiningamálum hér, ætlaði ekki verið fyrir svona 4 árum, jafnvel 5. Það var kallað 100 daga nefndin og þar kom í ljós að það væri ýmsir spennandi samstarfsfletir, og þá sérstaklega í fræðslumálum og í félagsþjónustunni. Og ég held að við ættum að fara í það núna á þessu næsta kjörtímabili og óska eftir frekara samstarfi á þessum sviðum fyrst. Og þannig getum við byggt upp traust milli þessara sveitarfélaga og getum þá aukið samstarfið enn frekar. Ég held að þessi ekki tími til þess að tala sameiningar sveitarfélaga á norðanverðu Vestfjörðum, því miður. Þó þessi margir kostir sem því fylgja, en ég held við ættum að byrja því að tala saman á þessum augljósustu sviðum eins og í fræðslu og félagsmálum, og svo var þetta rosalega gaman fyrir okkur í Ísafjarðarbæ að sameina hafnarsamlögin. Þá fyrst myndum við sjá hafnarsjóðinn stækka. Já, fyrst langar mér að segja það að við í Sjálfstæðisflokknum sjáum nú eiginlega mest eftir því hafi ekki boðið fram út í Vík, því að ég held að við ættum meiri séns þar, það er svo mikið af Víkurum á listanum hjá okkur. En varðandi sameiningar þá hefur oft verið sagt í gríni að það verið 3 sveitarfélög á Íslandi á lokum, það verið Vestmannaeyjar, Bolungarvík og Ísland. Ég er alltaf bara býtur að sjá hvort við höfum eftir að sameinast Ísland eða Bolungarvík. En ég man nú ekki alveg hver stefna Sjálfstæðisflokksins er í þessu máli, en það hlýtur að vera einhvað mjög jákvætt, því að eins og ég sagði þá eru svo margir Bolvíkingar. En mér finnst algjörlega augljóst að við sameinumst og ég held að við ættum að stefna því. En hins vegar er kerfið þannig uppbyggt í dag að svo hagræðing sem kemur út úr þeirri sameiningu, það rennur til allra sveitarfélaga á Íslandi. Þannig að fjárhagslega held ég að það er afar óskynsamlegt, en ég held að við ættum að reyna að semja til dæmis í ríkisvaldið það að við færum í sameiningu eða frekara samstarf gegn því að hér yrði betra að lifa á einhvern hátt, því að ég held að við séum bara svo miklu sterkari saman heldur en í sundur, og svo eru Bolvíkingar svo frábærlega skemmtilegir. Já, þetta var skemmtileg svör og áhugaverð mjög leiti. Það kom til okkar, barst okkur gegnum internetið að Marsíanis eftir.
Já. Það er ekki framhaldsspurning þetta eftir. Ég held að það sé ekki, sameining sé ekki á næsta liti en við ættum að fara í að semjast ýmislegt eins og hafnarsamlag og ég er ekki sammála Örn að þeir vil ekki sameinast okkur í því vegna þess að ég held fyrir ári síðan þá held ég að vera ykkur 4 milljónir hagnaði á höfninu okkur en það sé komið 107 milljónir núna árið seinna þannig að það er orðið fýsileg kostur fyrir báða að búið til hafnarsamlag en númer 1, 2 og 3 þá þurfum við náttúrulega að bæta samgöngu og hitt kemur á mörgulítar sjálfum sér ef að samgöngun eru góðar. Ég sé að þetta verða skemmtilegar umræður eftir kosningar þessi mál. En okkur barst að setja í gegnum internetið spurning varðar kannski þetta og hún hljóðar svona hver, og svolítið inn á það sem að Benedikt kom inn hver er sín frambjóðanda gagnvart almenningssamgöngum í Ísafjarðarbæ þá almennt, bæði hér innan bæjarkjarnanna og öll sem tengja það og eru þið sátt við núverandi kerfi? Við sameiningu var talað í Ísafjarðarbæ ætti að vera opið atvinnusvæði þar sem allir hefðu jöfn tækifæri til að sækja vinnu í öllum byggðakjörnum og teljið þið að almenningssamgöngur eins og þeir eru í dag styðji við þessar yfirlýsingar? Og Daniel? Ég held í fyrsta lagi við séum ekki með almenningssamgöngur í dag. Við erum meira með svona skólaakstur og reyna að koma fólki til og frá vinnu. En ég held að það er eitt verkefni sem var kynnt fyrir mér í upphafi kjörtímabilsins og hefur bara því miður ekki komist í verk. Það væri held ég mjög tímafrekt að fara í það en ákveðlega skemmtilegt. Það er að reyna að samnýta betur vöruflutninga, fólksflutninga, ferðaþjónustu fatlara og svo framvegis. Ég held til dæmis á Þingeyri, Suðureyri og Flateyri að ef þú tekur alla þessa aðila sem er að keyra þangað, póstinn, mjólkina, Eimskip, Samskip, við, ég taldi einhvern veginn upp ykkur 7-8 aðila, að það væri hægt að samnýta betur þessar ferðir, að þá væri kannski hægt að hafa 7-8 ferðir á dag á þessa staði. Þannig að ég held að það væri skoðandi. Ég held líka að við vorum nú bara að kynna það í bæjaráði núna á mánudaginn nýtinguna og á sumum ferðum er meðalnýtingin 1-2 sko. Þannig að ég held að það sé líka skoðandi bara að vera með minni bíla og að fólk panti bara það er svona 14 tímum eða 10 tímum eða 4 tímum fyrir og það sé bara komið reynda að saminast í bíla og það sé komið bara heima og náði sko, og einhverju fólksvöggett passat sko. Þannig að ég held að það sé margt sem við getum gert í þessu pluss það að ég myndi vilja sjá hérna betri samgöngur út í Bolungarvík. Við buðum að taka þátt í útboðinu okkar þegar við buðum þetta út en þá var ekki áhugi fyrir því en ég held að það sé að breytast. Þannig að ég held að þetta geti verið eitthvað svona rosalega skemmtilegt verkefni sem getur kannski fengið jafnvel úr einhverjum Evrópusjóði. Já, ég tek undir það sem Daniel segir, það er að segja að við getum eiginlega ekki talað um almenningssamgöngur og það er eitthvað sem öllum er búið að vera löngu ljóst og er engin ný sannindi. Greiningin sem við í atvinnumálunefnd fengum daginn á tíðinni ferðana varpar eiginlega frekar spurninguna að bæjarapparatinu. Hvers vegna er ekki búið að gera þjónustukönnun? Það er nú ekki eins og þetta sé milljón manna samfélag. Og af hverju höfum við ekki spurt íbúana sem er að nota þetta? Er hægt að breyta tíðinni ferða, tíma, tíðinni eða einhverju þannig að strætóin sé svona álitlegri kostur? Og ég vinn á vinnustæða sem manneskja getur ekki nota strætisvagni. Og ég meina það hefur aldrei verið leita álits hjá henni hvort að hún væri til í að gera eitthvað svo hún geti nýtt hann betur. Og svo er annað í þessu, hvers vegna ekki bara leigubíla? Þetta eru, ef við getum ekki aukið fjölda, þá er það bara spurning, sko. Getum við verið með safnbíla, getum við verið með bíla sem keyra út á legg og þar tekur safnbíl upp. Það eru ótal möguleikar í þessu, en okkur hefur bara ekki borið gæfa til að spyrja réttu spurningana. Við höfum keyrt áfram með ákveðin Excel-skjöl og furðum okkur á þessu og enn og aftur, og þetta er ekki nýtt, þetta var síðustu kosningum líka, það var líka að tala um íbúalýðræði, þannig að einhvern tíman verðum við að fara að virka X við æ. Nei. Massi?
Já, ef það eru almenningssamgöngur hérna í sveitarfélaginu þá er það mjög lélegar. Bara það að fatlaðir eða þeir sem eru í hjólastól komast upp í þessar rútur, ef að rútur skal kalla, þá er það bara, það er bara ekki þannig, sko. Þannig að það þarf að laga þetta mjög og líka það að strætó fer á Hólmavík, hann fer ekki lengra. Það vantar alveg samgöngur frá þessi svæði yfir í þann strætó sem er á Hólmavík. Þannig að ég segi það að það þurfa að bæta þetta mjög mikið. Ég held að svara þessu spurningun sé nei. Það var ekki spurt hvort að svæðið væri eitt atvinnusvæði með tillit til almenningssamgangna, það er það ekki. Það er til þess ekki hægt að stunda vinnu frá Ísafirði yfir á Þingeyri, það er ekki hægt. Þetta er fyrsta ferð klukkan 11 og ég held að það er mikið til í þessu sem Benni sagði. Við þurfum kannski aðeins að ræða þetta við þá sem eru að nýta almenningssamgöngur. Hvað henda þeim? Við verðum mikið vörfið á þeim fundum sem við höfum haldið bæði á Flateyri, Suður og Þingeyri og það kemur kannski Massa og Benna óvart. Það var bara ansið vel mætt að þá fundi og á öllum fundunum kom þetta upp almenningssamgöngur. Það eru bara ekki að virka. Þannig að ég held að við ættum öll að taka þetta til okkar og reyna að koma einhvers konar skipulagi á þær sem hendar sem flestum. En þetta er greinilega ekki að henda öllum eins og það eru settur upp í dag. Og hvort að þeim megi samnýta ferðir með pósti eða jafnvel, það er nú kannski ekki mjólkubíri endilega alltaf núna, en það má vel skoða þessar hugmyndir svona í aðeins víðra samhengi heldur en við höfum verið að gera til þessa. Já, góða kvöldi, Birkir heiti ég Einarsson. Ég er fæddur 77 og það er alltaf að tala um kvótakerfið því ég er með útgerð. Þá var ég bara 7 ára þegar kvótakerfið sett á, en ég starfa í sjávarútvegi nú þetta, búin að gera það í 15 ár. Og mér er að spyrja manninn á hann hvar hann getur fengið leigukvóta. Það var svo mikið leigukvóta, það var gaman að vita hvar hann fær leigukvóta. Kannski ræðum það eftir fundin. En eftir hann fund, búin að sitja hann smá tíma, það voru fleiri spurningar áður en ég kom. Þú veist, ég er alveg gjörsamlega örglaður að hlusta á okkur. Það er talað um að það sé nóg til að peningum og var ekki að tala um að það væri 2 milljarðar á þessi kjörtímabili, næsta kjörtímabili. En ég starfa hérna til dæmis í slökkviliðinu og við fáum ekkert að æfa að það er ekki til peningur. Ég er búinn að starfa í 8 ár, mér finnst ég alltaf vera nýliði af því ég kann ekki á tækin. Ég kann ekki á bílana. Ég tók meiraprófið, borgaði það sjálfur, af því mér fannst gaman að starfa hana. En ég fæ ekki að læra á tækin, af því að við fáum ekki pening í það. Svo er annað, þegar ég tala um Þingeyri, hvað ætla að gera fyrir Þingeyri, og við lendum í sama Flateyri. Það var sent innheimnumstofnun sveitarfélagana, hún var sett á og það átti að fjölga fólki þar, frá mótvæðis að gera því hinn fór. En það er tekið í burtu, fólki er með. Bankan er lokaður, pósthúsið er lokað. Hvað ætla ég að gera? Þú veist, ef þessi allt tekið, þá verður ekkert eftir. Eina sem er eftir er grunnskólinn. Daniel gæti ekki lofaði að það verður tekið næstu 4 árin. Arna Lára, hún lofaði að það verður ekkert tekið, af því þetta er hjarta bæjarins, það er börnin. Og vegfaldið plús frá mér fyrir það. Og svo annað, skemmtverðarskip kom á Flateyri í morgun og fyrir 2-3 dögum Ákveð Muggisson byrjaði að þrífa og þá bara taka til, það komið skemmtverðarskip. Það var allt hreint, fínt. Ég spurði, herðu, það komið aðkoðum hérna á trillum. Vil ekkert gera fyrir þær? Nei, það landa svo litlu, það er svo litla tekjur á þeim. En ein svona trilla, hún er fiskað svona 100 tonni við sumarið. Ef fáum 10 trillur... Ertu með spurningur? Ég er með margar spurningar, ef ekki búin að hlusta. Ef við fáum 10 svona trillur, þá er það 1000 tonn. En til dæmis núna kom 5 og þeir eru farnir, þeir fóru til Vík. Þess vegna er Borgarhöfn svona velstæð að þeir reynt að fá menn til að koma. Og þá er eins og þú segir, þú spyrir spurningum þá er það spurningar innheimsstofnun sveitarfélagana og það er af hverju er ekki að laða afkomubáta eins og er að laða skemmtverðarskip. Er ekki peningar eftir mikill og annar, peningar frá skemmtverðarskipum eins og trillum, eða ekki saman peningurinn. Og annað, önnur spurning, þá talaðum við nóg til að peningum, er þá geta að lækka fasteignagjöldin. Ég býð henni fyrir því, fasteignagjöldin er 400.000 tæp á ári og maður er borgað 30.000 í hita á rafmagni. Þetta samland er 600.000 á ári
tekjuna sem ég þarf að hafa er 1200.000 til að borga þessar 2 kostnaðarliði. Þetta er bara 2 kostnaðarliði, 1200.000 sem ég er að þína. Er ekki að lækka fasteignagjöldin fyrirgefðu til að koma móts við íbúðina og annað. Hvaða fjölnota svona íþróttahús, hvað gefur það í tekjur? Hvað græðum við að gera svona hús? Höfum við eitthvað tekjur á móti? Getum við nota peningana annað sem við fáum tekjur á móti, til dæmis kannski í sjávarútvegi eða einhver öðru. Mín skoðun er svo við ættum að fjárfesta ykkur öðru, að því ungt fólk, það vill ekki starfa í sjávarútvegi. Ég vandræði með matta beitningamenn, og það fæst ekki menn í beitningu. Ef einhverjum er inni vill koma beitningu, svo má hann tala um þig. En svona í sjávarútvegi, að fólk vill hafa sjávarútvegin, en það vill ekki starfa í honum. Það er ekki svona, í spurning, viljið þið fjárfesta í sjávarútvegi, eða viljið þið fjárfesta í einhverju öðrum sem skilar tekjum tilbaka? Það er spurt forgangsröðun og ég held að það sé rétt að leyfa Daníel að byrja, eða ekki? Já, ég náði ekki alveg síðustu spurning, viljið fjárfesta í... Já. Já, ég skil. Fyrst til hamingju með nýja skipið 1. Við þurfum fleiri svona menn eins og þig. Verðum vonandi komið hérna á sjómannadaginn. Fyrst aðeins varðandi fasteignagjöldin. Þá held ég að það sé alveg rétt hjá þér að í vissum hverfum í bænum eru fasteignagjöld sérstaklega og inni fyrir því mjög há. Hins vegar er það þannig að þegar að við berum okkur saman við önnur sveitarfélög og skoðum hver fasteignagjöldin eru per íbúa í krónum, að þá erum við alls ekki í hámarki þar. En ég er alveg sammála því að 12 og náttúrulega sérstaklega í ljósi þess að þú veist að segja að húshitunarkostnaður er mjög hár hérna, að þá er þetta alveg rétt hjá þér að þetta eru 2 atriði sem við þurfum að berjast fyrir og höfum kannski ekki gengið nægilega vel fram fyrir sérstaklega varðandi fasteignagjöldin að lækka þau. Það sem er vandamálið eða viðfangsefnið við að lækka fasteignagjöldin er þetta klikkaða jöfnunarsjóðskerfi sem gengur út af það ef að við lækkum fasteignagjöldin 10%, þá er það 17,5 milljón ári, eða segjum að sé 20 milljónur ári, en þá minnka líka jöfnunarsjóður hjá okkur 12 milljónur ári. Þannig að við fáum þetta tvisvar í hausinn og þar alveg hefur myndast hvati til þess að lækka frekar kannski einhverja aðra gjaldaliði eins og sorpgjaldið sem við lækkuðum 10% einmitt og þá kannski jafnvel Nei, það fór í 43.500 krónur árið 2011 en núna 39.000 krónur, það er 10% lækkun og já, þannig að ég bara að segja hvert viðfangsefni er að það er mjög dýrt að lækka þetta en ég held að það sé algjört forgangsmál að reyna að finna einhverja leið í því og þetta eru háa tölur. Varðandi aðkomubátana, ég er algjörlega sammálaður í því að það eru mjög mikil tækifæri í aðkomubátum og það er líka mikil tækifæri í heimabátum og sjávarútvegur er náttúrulega alltaf undirstöðu atvinnugreinin okkar og kannski er það þannig með okkur hjá bæjarapparatinu að þegar svona nánasta fjölskyldan kemur í heimsókn þá ryksum við en þegar að koma svona alvöru útlenskir gestir þá skúrum við og ég held að það sé kannski það sem gerðist þarna og þú ert að vísa til en það má örugglega gera betur. Varðandi fjölnota íþróttahúsið að já, þá held ég að það muni leiða til þess að við munum fá hærri útsvarstekjur og það muni til lengri tíma borga sig og varðandi það að fjárfesta í sjávarútvegi að þá eru mjög spennandi tímar hérna núna og Ísafjarðarbær tók nú meðal annars þátt í 100 og eitthvað milljón króna hlutafjáraukningu í fyrirtækinu Hvetjanda og þar kom einkaaðilinn með 50 milljónir á móti opinberum aðilum, meðal annars Ísafjarðarbær með 20 milljónir og meðal annars gengum við frá greiðslu á kaupum í mætafélagi Þórsberg á Tálknafirði og erum að skoða önnur fyrirtæki meðal annars hér á svæðinu að koma inn í þau. Þannig að ég sé fyrir mér að við eigum að nýta svigrúm til þess sem við höfum til þess að gera það með þessum hætti að Ísafjarðarbær sé ekki að fjárfesta beint í sjávarútvegsfyrirtækjum heldur þá í gegnum Hvetjanda en ég segi líka fyrir mig leiti
að ég væri alveg tilbúin til þess að skoða það að taka þátt í til dæmis kvótapotti sem að öll fyrirtæki í Ísafjarðarbæ höfðu jafnt aðgengi að. Sjávarútvegsfyrirtæki. Já, og takk fyrir spurninguna, Birgir. Þetta var löng tala hjá Daniel og kemur alltaf að þessu sama að við erum bara í svo litlum tengslum við nærumhverfið okkar. Þrifahöfnin á Flateyri eigi ekki vera tengd einhver hátíðaviðburður, það á bara að vera svona gegnumgangandi. Sjálfsmyndin okkar á að vera þannig að bæjarfélagið okkar á að vera flott og fínt og það á ekki að þurfa útlendinga til að segja okkur það. Og enn og aftur kom vinna á atvinnumál í bæjarfélaginu. Það getur vel verið að fjárfesting hvetjanda í Þórsberg sé góð. Þórsberg ennþá á sunnanverðum Vestfjörðum og mér finnst oft gleyma því að í öðru orðum tölum við það að sjávarútvegur eigi ekki vera dóminerandi og í hinu tölum við að fjárfesti í sjávarútvegi. Þannig að einhvern tímann verðum við að fara að taka þessu umræðu hvar eiga eggin okkar, í hverju eiga þau að felast í körfunni. Þannig að ég velti fyrir mér, voru þessum 1.020.000 best borgið í Þórsberg eða hefðu þau geta nýst innan Ísafjarðarbæjar í einhverju öðru? Til dæmis fastangjöldin, þá kom inn á það, 10%, það eru 17 milljónir. Lækkun á dagheimilisgjöldum. Það er bara óteljandi spurningar en ef ég sem stjórnandi hef aldrei samtal við ykkur þá má búast við svona ákvörðunum. Ég vakna bara upp einn daginn og segi fjölnota sundlaug, það leysir allan vanda og stefna á það. Það sem ég er auðvitað að taka svona róttækt dæmi, það er bara til að vekja okkur til umhugsunar að öll þessi mál voru rædd 2010. Það er ekkert nýtt í þessu. Við ræddum íbúðarlýðræði 2010. Við ræddum atvinnumál 2010. Það sem hefur gerst síðan 2010 er að 260 manns hafa flutt og það á að vera áhyggjumáli okkar. 80% af þeim eru, hvað veitum við að tala um aftur? Já, undir 30 árum, eða 187, er rétt að þetta var ekki, já. Þetta er áhyggjumálin. Þarna, við eigum að stoppa við þetta. Við breytum ekki kvótakerfinu, við getum verið með þrýsting á kvótakerfið, á stjórnvöld, en við verðum að fara inn á þessa þætti. Við eigum að vönduð meðferð peninga. Hvernig náum henni fram? Jú, með gegnsæi. Á hverju er ekki einhver krafa á okkur að stjórnsýslan sé allir reikningar sem bærinn greiðir birtist á netinu? Já, hún var nú ekki að spyrja um það. Nei, en ég er að tala um það að peningarnir okkar, almanna peningar, við eigum að fara varlega með þá og við eigum að reyna að nýta þá sem best og við erum í nauðvörn. Við erum að reyna að halda fólki þarna og það fækkar 50 manns á ári og það á engin bæjarfulltrúi að sofa rólegur meðan það ástand varir. Já, takk fyrir Massi. Skemmtiferðaskipin eða sem sagt að þrífa út frá því að koma skemmtiferðaskip þá geta þurfa þá bara alltaf að vera vel hreint í öllum byggðakjörnunum og hvort sem er að koma fiskibátar eða skemmtiferðaskip, þannig að þetta á bara alltaf verið í lagi Hann talaði þarna í sambandi við banka og pósthús, þannig að mér var tjáð á Suðureyri að þeir væru bara ánægðir með póstin þar vegna þess að núna gæti þið keypt eldavélaverkstað fyrir sunnan og henni keyrt alveg heima á húsi en hitt er svona mála, ef enginn er heima þá farir mann yfir Ísafjörð og þá er erfitt að nálgast hana. Þannig að við þurfum, Ísafjörð þarf að koma að því að leigja eða eiga eitthvað húsnæði á minni stöðunum til þess að þetta skipta geima póstin þar og hvort sem það er banki eða annað með. Það er samþætta þá aðstöðu. Og Fjölneta íþróttahús, hvort það sé eitthvað hagnaðar að því, já ég til að sé mjög mikil hagnaðar að því og sérstaklega þegar fólk er að flytja á staðinn þá spyr það það hvað er
hvað annað heldur en atvinna, hvað getum við gert fyrir börnin okkar og ég held að fjölnota íþróttahús sé bara mjög mikilvægt. Og ég eiginlega veit ekki hvað ég á að bæta við annað sem komir, ég held ég láti bara duga. Takk. Ég ætla ekki að svara fyrir þetta fjölnota íþrótti, ég hef ekkert lofað því. Þannig að ég hef svo sem ekkert lagt í hvað, skilja það hvað það skildi baka, en við langar nú kannski aðeins að ræða þessi fjármál aðeins. Ég skil vel að Birkir sé svona pínu undrandi hér og svörum hér í kvöld, að við erum nýbúin að samþykkja ársreikning Ísafjarðarbæjar, svo ég fái nú að vitna beint í bæjarstjóra sem nú hér í hlutverki frambjóðandans, og ég hef nú haft mína mestu vitneski frá honum, að því eins og við vitum öll þá hann nokkuð sterkur fjármálamaður og ég hef nú tekið mark á honum, þannig að ég líka pínu undrandi á honum í kvöld, að hann sagði við okkur við seinni umræðu við samþykkt ársreiknings fyrir 2013 að við yrðum að fara varlega, að það mætti lítið breytast í ytra umhverfinu, og ef ég man rétt, og ég held ég muni algjörlega rétt, þá sagði hann það, ef verðbólgan fer upp í 5% þá rekstur Ísafjarðarbæjar neikvæður. Og undir slíkum kringumstæðum þá þori ég ekki að lofa Fjölnota og íþróttahúsi, og ég þori ekki að lofa að lækka fasteignagjöldin. En ég held að það sé skynsamlegra, eins og Daniel benti réttilega, að reyna að lækka aðra gjaldaliði, og ég tel að þar ættum við að horfa frekar á að reyna að lækka gjöld eins og dagstunugjöld. Ég held að því að það hefur verið okkar stefna í listunum að forgangsraða frekar í þágu barnafjölskyldna, og því mun ég vilja halda áfram að gera á næsta kjörtímabili. En mér langar kannski aðeins að ræða, að því að komi hérna inn á skemmtferðaskipinu inn á Flateyri, að ég held að við ættum að gera meira að því að reyna að færa skipin, skemmtferðaskipin sem núna 51 sem að koma hér í Ísafjarðarhöfn á þessu ári, og ættum að reyna að gera því auknum mæli að færa það yfir á hinar hafnirnar, til þess að reyna að dreifa skipunum og dreifa álaginu á okkur bæjarbúa. Hann tala margir það að þetta sé orðið of mikið hér á Ísafirði, en við eigum aðrar hafnir og við eigum aðra byggðakjarna, og margir hafa sagt að skemmtaraskipið séu komið til að skoða Ísafjörð, en hver munurinn á Ísafjörð og Þingeyri? Ekki bara jafn spennandi að fara inn á Þingeyri eins og fara inn á Ísafjörð? Og við verðum að hafa kannski þora að segja, Ísafjörður fullur, en ég get boðið upp á Þingeyri, ég get boðið upp á Flateyri, og ég get líka boðið upp á Súgandafjörð. Hvað listir á? Það nóg í boði. Þannig að mér finnst bara því að Birkir myndist á skemmtaraskipin, þá tel ég okkur eiga ótal tækifæri í þeim efnum með því að dreifa komum skipana. Og svo reddan hér flutning innheimtustofnunar, og það þetta algjörlega óviðunandi að við höfum þurft að flytja innheimtustofnun vegna þess að grunnþjónustan ekki að virka, og eftir sem mér skilst, og ég nú ekki endilega sérfræðingur í netmálum, að sambandið eða endabúnaður eða eitthvað slíkt á Flateyri hafi ekki verið að anna starfsemi innheimtustofnunar, og það svo krafa sem við verðum að gera á ríki að það verði í lagi. Ég veit nú ekki hvort þetta sé á forræði Mílu eða ríkisins, kannski að Benedikt geti svarað því betur, hann starfsmaður innheimtustofnunar, en það einhver svona þáttur í grunnþjónustu sem að klikka, sem var þess valdandi að innheimtustofnun gat ekki starfa á Flateyri, og við verðum auðvitað að fá það í lag. Þetta ekki hægt að fyrirtæki þurfi að flytja frá einu stað yfir annana því að svona hlutur að klikka. Já, við förum að ljúka þessu fljótt. Það voru komnar einhverjar spurningar í viðbót, og endilega rétt upp hönd ef þið vilja koma áður en við ljúkum þessu. Dóra, þú ert með næstu spurningu. Það eru nokkra spurningar sem býða. Ég vil líka benda fólki á að þrátt fyrir að við endum við að ljúkum þessu í kvöld, þá hvet ég ykkur til þess að hafa samband við frambjóðendur og spyrja gagnrýnar spurninga og gera það hvort sem á internetinu eða á kosningaskrifstofunum. Það einn hérna. Já, mér langar að beina þessari spurningu til Daniels. Á stefnuskrá ykkar talað að halda áfram með öflugt slökkvilið. Finnst þér það öflugt slökkvilið sem æfir 2-3 ári? Og hvað ætlið þið að gera í þessu næsta kjörtímabili ef þið verið völd áfram? Ætlið þið að halda áfram að brjóta lög eða laga þetta? Og ég ætla að fá að taka eina aðra spurningu og fá svo svör. Já, frá mér, ok. Hvað segir það? Svolítið það er kannski að opna glugga eða eitthvað.
þið eru kannski svolítið smeyk við Birki núna eftir ræðuna hans áðan, en ég standandi hér, ég er ykkar stærsta ógn. Ég þarf bráðum að fara, ég ætla að leita út í frekara nám og ég vil bara spyrja, hvernig ætlið að kaupa mig að ég sé ekki að fara í, fyrir fullt og allt, heldur sé bara að fara í burtu? Þetta er þá loka spurningunar okkur í kvöld og við byggjum fram, vilt þú fá eina spurningu? Taka einn tvær, byggjum frambjóðendur að svara og þá fáið þið að segja eitthvað loka orð. Maður sjá betur? Ég hef með tvær spurningar. Ég var svolítið hissa þegar fyrsta skemmtiferðaskipið kom og ég var í samkaupsstödd. Það var ensk kona sem mældi við mig orð og var svo uggandi yfir því að kirkjan er ekki að opna fyrir eftir hádegi. Og ég sagði, nú, ég vissi það ekki, og þar komast þau ekki salerni eða neitt, og það er of fá salerni til að fara á. Og ég sagði, ég gæti ekki svara því, ég vissi ekki akkur hún opnaði ekki eftir hádegi. Svo fólk getur skoðað kirkjuna þegar þau vildu endilega kíkja á kirkjun okkar. Málið með 2, ég vil vita hvað ætla að gera við heilbrigðismál á Vestfjörðum. Ég þá búin að safna saman 4 spurningum og það bara fyrst og fremst til Daniel, ætlið að halda fram að brjóta lög með æfingu slökkviliðsins. Hvernig ætlið að kaupa Gunnar tilbaka eftir að hann fer? Gunnar á fullt af börnum. Og svo er það kirkjan og hvað var eftir síðast? Já, heilbrigðismál á Vestfjörðum sem kannski ekki alveg eitthvað kunnu en svona ykkar stefnumótun og eða ef ykkur er. Og ég ætla að leyfa Daniel að byrja og svara þá. Og þið megið þá slá líka bara svona í lok. Já, varðandi slökkviliðið, þá ætla ég svo sannarlega ekki að reyna að brjóta niður lög. Það er engi fyrirætlun hjá mér. Ég er bara ekki sammála því og að ég bara er alls ekki sammála því og ég held að það hafi verið gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun slökkviliðsins að það sé svigrúm bæði fyrir helgaræfingar og það var sett fram æfingaráætlun bæði þetta og hitt árið. Hvers vegna því er ekki fylgt eftir það veit ég ekki, ég hef heyrt þetta áður og ég hef rætt þetta við slökkviliðsstjóra en ég bara er ósammála þessu og held að þetta sé angi af einhverju öðru máli. Þannig að það er ekkert metnaðarmál hjá mér að brjóta lög í þessu. Hins vegar held ég það sem viðfangsefni er varðandi slökkviliðið, það er að samþætta betur litlu byggðirnar, við erum núna og við stóra slökkviliði hér og það er verið að skoða samvinningu við slökkviliðið út í Bolungarvík eins og fram hefur komið og ég vil að hér verði eitt öflugt slökkvilið og sem er vel æft og ég held að það er alveg að svigrúm til þess að gera það og það er alveg að rúmast innan núverandi fjárhagsáætlunar. Við náðum mjög góðum samningum út af sjúkraflutningunum og ég hef bara ítrekað kallað eftir þessum æfingaráætlunum frá slökkviliðsstjóra, hvað þær kosti og bara ég vísa þessu á bug. Kaupa Gunnar aftur? Ég veit ekki hvort ég vil ekki með öll í frambóði, nei, algjör djók. Staðreyndin er svo, þetta er nefnilega alveg frábær spurning, að staðreyndin er svo að það flytja hlutfallslega ekki fleiri frá Ísafjarðarbæ heldur en Reykjavík. Það er bara færri sem flytja aftur og það fær mig til að trúa því að hluti af vandamálinu sé ímyndavandamál. Ímyndavandamálið upplifi ég bara sjálfur mér þegar ég var að flytja enga vestur. Það er 4 ár síðan ég flutti vestur og satt best að segja að ætlaði bara að koma enga vestur að ná mér í smá pening, vinna mútu skuldum og ná mér í reynslu og fara svo aftur beint í bankan. En leiðu ef að koma inn vestur þá var bara staðreyndin svo að hér er rosalega gott að búa. Það er æðislegt fólk, fullt af afþreyingu, frábær tónlistarskóli fyrir börnum mín, ég hitti mér þessar stundum börnum mín þó ég sé erfiðri vinnu. Það eru æðislegar íþróttir og það er bara frábært að búa hérna. En hvernig stendur þó því þegar Gísli Einarsson fer út í Vestmannaeyjar og tekur viðtal við Filipseyska fiskverkakonu og spyr, vilt þú búa á Vestfjörðum? Nei, það eru lélega samgangur, kalt og vont veður. Gæti það verið vegna þess
í hvert skipti sem einhver rétti mikrofón framan í okkur, þá tökum við undir. Já, það er ömurlegt hérna fyrir vestan. Það er allt ömurlegt. Það er ekki allt ömurlegt. Það er algjörlega frábært að búa hérna. Það var gerð þjónustukönnun hjá Capacent meðal 15 stærstu sveitarfélögin á landinu. Þegar koma málefni fatlaðs fólks, þá vorum við í næst neðsta sæti. Þegar við förum yfir þessi mál með Blindrafélaginu og öðrum aðstandundu fatlaðs fólks, þá fullir þeir að þjónustan sé hvergi betri heldur en hér. Ég held að við þurfum að fara að læra að snúa bökum saman, vinna saman, hvetja frumkvöðla og framtaksama, hætta að níða skóin okkur öðru, því að ef við gerum þetta ekki saman, þá getum við bara alveg slokað. Þú veist, það er frábært að búa hérna, yfir hverju erum við að kvarta. Það er ekki mér að kenna, ég held að ég sé svona leiðilega að fólk er að flytja í burtu. Við viljum að fólk flytja í burtu, en við viljum að það komi aftur tilbaka þegar búið að mennta sig. Og við þurfum líka svolítið að skapa okkar eigin tækifæri, því það er framtíðin. Já, ég get sjálfsögur ekki svara fyrir slökkviliðið eða út af hverju lög eru brotin þar, en eins og hefur áður komið fram í svari okkar hérna hjá Bjartri framtíð, þá er það ekki umsemjanlegt og það gildir í snjóflóðavörnum og það gildir varðar slökkviliðið. Og með Gunnar þá endilega farðu og náðu í reynsluna og komdu með hana tilbaka og eldu okkar samfélag. Og það er það sem ég verið að reyna að koma inn á hérna er að meðan þú ert úti að þá vonandi náum við einhverjum skynsamlegri lausn hérna og búum þér þá umgjörð að þú viljir koma hingað. Og það er komin tíma á breytingar og það er, Daniel talar um það að við eigum að vinna saman að þessu. Ég hleyp ekki í mikrofóninn til að tala niður Vestfirði. Ég vil meina að það vilja allir koma hingað en við þurfum bara að skaffa þeim umgjörðina til að þeir sitja í stað hérna. Þannig að það sé sagt. Og heilbrigðismál flokkast líka undir öryggi og þar af leiðandi eru þau ekki umsemjanleg. Við eigum að bjóða okkar fólki upp á bestu þjónustu sem hægt er en við getum svo sem lítið gert það sem heilbrigðisþjónustan er á forræði ríkisins en einhvað síður þá er þetta að því að Daniel, þetta verðist að vera lokaorðin okkar, þá er gott að vera í Ísafjarðarbæ, það er gott að búa hérna, ég kem frá Suðureyri, það var gott á Súganda, það er gott á Ísafirði og það er gott allstaðar. Og Ísafjarðarbær rúmar alla og allar skoðanir og já. XVI, já. En og aftur 31. maí þá látum við bara hjarta ráða og þeir sem veljast til forystu, það hlýtur að vera komin sá tími, við erum 2014, að þroski okkar á að hafa náð yfir múra kreddu pólitíkunar og að við setjum hag bæjarbúa ofar öllu og svo er landsleikur í handbolta núna á sunnudaginn áfram Ísland. Hún kom að það með ábendingu í sambandi við klósettmálinu og kirkjuna, þannig að ég veit ekkert hvernig opnutíminn á kirkjunni er en ég veit allavega að við hefum von á gám sem er með fínu klósettin sem var að vera að kaupa í sveitarfélagið, allavega einn gámi bæði með kvenna og kallasalernum og vassalernum og eituvatn og öllu saman, þannig að það er allavega leiðin og það getur bjargað ýmsu og hann geti semsagt verið þarna upp við kirkju og með vildu eða hvað sem er, þannig að til að taka kúfin. En Gunnar var að tala hvernig við varum að taka á móti honum þegar hann kemur heim aftur. Þá var spurning hvort að ég vildi óskast að vera komin einhvers konar iðngarðar þegar þú kemur aftur í bæinn og
Ísafjarðarbær geti tekið þátt í uppbyggingu á einhverjum inngörðum til dæmis, þannig að þetta skapa aðstöðu fyrir fólk sem kemur aftur. Þetta svona ein hugmynd, sko. Ég veit svo sem ekkert hvað áherslu lærðu þegar kemur til Bakkasúsum, sko, hvort það hendi. En heilbrigðismálin sem var talað þau, þá það náttúrulega í sambandi til dæmis í sambandi hjúkrunarheimili. Þegar fólk verið af sjúkrahúsinu yfir á hjúkrunarheimili, þá skapast mikil aðstæða á sjúkrahúsinu til annars konar verkefni, og ég held að starfsemi heilbrigðisstofnunar STR að þurfa að efla hana mikið með auknum verkefnum sem verði fært út á land, aukin verkefni. Þannig að ég held að við þurfum að sækja verkefni suður til þess að koma hingað til að fylla upp í þetta tómarúm sem verður á sjúkrahúsinu. Takk Guðbjörg fyrir að nefna hérna heilbrigðismálin, að því ég tel að við verðum að standa vörð þau, og ég held að séu mörg tækifæri fólkin því að samþætta betur þjónustu Ísafjarðarbæjar og svo þjónustu ríkisins á þessu sviði. Þannig að ég held að við getum þannig boðið mun betri þjónustu fyrir íbúa sveitarfélagsins. Mér langar að því hér hefur nú ekkert verið rætt menningamál, og að því að Gunnar gaf nú eiginlega opið færi að ræða hér menningamál, að því hann nú kannski, þess að þið vitið kannski ekki öll, að hann menntaður myndlistarmaður, og það þetta svo gríðarlegt tækifæri því að standa að atvinnusköpun í skapandi greinum, og ég held að þessi eitt af þeim verkefnum sem við þurfum að gera einmitt til þess að skapa fjölbreyttari atvinnutæki fyrir ungt fólk. Það rétt sem Birkir sagði áðan, það er ekki langa biðraðir af fólki til að starfa í sjávarútvegi. Ég reyndar óskaði sjálf eftir að fá að fara trillu, en vildi ekki fá mig með, ég skil það ekki. Ég held að ég hefði verið ansi góður háseti, en hann vildi ekki fá mig borð. Þá var ég kannski ekki hér, þá var ég kannski bara afla kongur, og ég held ég hefði verið ansi góður. En burtséð frá því, þá langar mig að ræða aðeins hvernig við getum hlúð að atvinnutengdri starfsemi í menningu og í skapandi greinum. Við höfum, mér langar bara að nefna hér að við höfum verið að ræða hér í bæjaráði að gera hér samning við menningarmiðstöðina Edinborg að búa til meira líf í kringum þetta hús og búa til meiri hagvöxt í kringum skapandi greinar, og það gerum við með því að styðja við menningu. Og við höfum verið að vinna að samningi við Edinborgarhúsið, við menningarmiðstöðina, að hún komi með Ísafjarðarbæ að verkefnum til þess að búa til hér menningartengd verkefni. Og þetta hefur verið í burðarlinnum held ég bara síðan janúar, febrúar, og við vorum hér komið með drauga samningi nú í síðustu viku eða þar síðustu viku, og svo tók ég þetta upp á fundi bæjarráðs á mánudaginn, og þá fékk ég þau svör að það væri ekki rétt að klára þennan samning fyrir kosningar, að því það væri hvað sem ný bæjarstjórn að taka við. Og ég tók svo sem alveg undir það að það var nú alveg hægt, en á sama tíma var hægt að gera samning við hestamannafélagið Storm í Dýrafirði, sem hefur ekki eins og fengið umræðu í bæjarráði. Það var hægt að gera hann á föstudaginn án umræðu. Og svona stjórnsýslu vill ég ekki, og þess vegna leggjum við mikla áherslu á það hjá Ílastunum að við verðum hér með skilvirka stjórnsýslu og jafnræði í stjórnsýslunni. Þetta mín lokaorð, þannig ég ætla að fá að segja það hérna núna, það sem mér liggur að brjósti. Og ef þið viljið trausta fjármálastjórn og traust fólk sem þið treysti, þá hvet ég ykkur til þess að kjósa Ílistan sem lofar ekki efnum fram, sem vill bara vinna vel í þágu samfélagsins og allra síst vinna með ykkur íbúin að betri Ísafjarðarbæ. Takk fyrir mig í kvöld. Góði gestir, ég vil þakka ykkur kærlega fyrir góða mætingu á þennan fund. Mjög góðar og gagnlegar spurningar. Áður en ég haldið út í nóttina, þá nokkri hluti sem ég vil taka saman hérna. Við töluðum að laga til og snirta og gera flott þegar einhver skemmtiferðaskip koma. Við þurfum ekki tilefni til þessu, þetta að vera sjálfgefið að við hjálpum staðið að halda bænum okkar hreinum. Varðandi handboltalandsleikinn sem á sunnudaginn, þá hvet ég allar þess að koma hann, en ég vil jafnframt benda á að það veisla framundan. Annað kvöld BÍ Bolungarvík að spila í Borgunarbikarnum. Á laugardaginn aftur, stelpurnar okkar á móti Tindastól á sunnudaginn og svo handboltalandsleikur. Það nóg að vera
látum sjá okkur, höldum saman og spurjum okkur þegar við förum að sofa, ef ekki ég hver þá. Takk fyrir, góða nótt.